það ekki bara? Ekki full ástæða að segja bara gleðilegt sumar. Gleðilegt sumar, kallar minn. Guðmundur Kristjánsson, fastur í Brim, verður velkominn. Takk fyrir og gleðilegt sumar. Já, Þórir Gunnarsson, Já, takk fyrir gleðilegt sumar. Bara takk fyrir að bjóða með, frábær þáttur, gaman að fá að vera með þessu. Já, við vorum að koma heim bara, við vorum að taka þér upp á föstudegi. Já. Aldrei þessu vant, við vorum að koma heim frá Barcelona, allir í gær. Já. Reyndar sikkur fluginu. Þú fórst að geta afstætta með þig ekki? Jú, Já, ég var að setna panta beinaflöði. já, eins og svo margir. Já. Já. Það var líf og fjöri á sjávarðsýningunni í Barcelona, við ætlum nú aðeins að fjalla það hér á eftir. Já, mjög vel hefnað. Þú ert að koma í fyrsta sinni í þjóðmál. Já. Já, ég er búin að margbjóða þess, sko. Já, það er bara, þetta er rétti tíminn. Já. Maður sem verið tímasetningar. Já. Herðu, Guðmundur, ég er með rosalegt, hann Styrmir í kampaðsfélaginu, hann sendi okkur svakalega flösku fyrir þennan þátt. Já. Þetta er Abyss 2018 árgerð sem er geymd á hafsbotni og það er gert til að þrýsti jafna og passa það að sólljósi trufleiki þróunin á víninu og 2018, hvað gerist 2018? 2018, það var náttúrulega merkilegt á hjá mér, þá keypti ég hlutabrifin í HB Granda. Akkurat, Mhm. það er bara rétt fyrir þér. Þú mást þetta? Já, það var Styrmir myndi þetta líka. Það er eiginlega með þess að akkurat, það var, við kláruðum þetta í apríl. Já, þannig að það er komið eitthvað, já, Það eru komið 6 ára. 8 ár síðan. 8 8 ár, wow maður, þetta er svo fljótt að liða. flýgur áfram. Mér veit þetta bara svo gær. Já, þetta er 8 ár. Já. Það líkuðu bara upp á dag. Já, það var bara þessu tíma í apríl. Já, það var í apríl 18, já. Einmitt. Þannig að ég raun og veru kannski halda upp á þennan merkilega samruna. Hér. Já. Ekki Það segja kaupir það. Brim HB Granda sem síðan verður Brim. Við keyptum 40% á hlutafé í HB Granda Já, og svo breyttum við nafninu í Brim. já, fljótlega eftir það. Já. Því Brim var stofnað fyrst af Eimskipafélaginu og það átti að vera sjávarútvegsarmur Eimskipafélagsins og Brim átti alltaf að vera skráð félag á markaði almennis eigu. Ok, Og í dag er Brim elsta skráða félagið á verðbréfaþingi. Við erum búin að vera sem 1992. já, áhugavert. Já. En byrju, hefur Brim verið alla tímar á markaðunum eða ertu þá að taka líka í... HB Grandi þarf að venda. Já, semst raunverulega Brim er stofnað 1985 þegar bæjarútgerð Reykjavíkur og Ísbjörnin sameinast 13. nóvember og svo fær það nafnið Grandi, þetta nýja félag. Og sameinað svo Haraldur Böðvarsinni, ekki sett, á Skaganum. Jú. Það er Hobby Grandi, já. Já, en Brim er með kennitölu 1985 að því Reykjavíkur borg og Ísbjörnin lögðu bara eignir inn í félagið. Þannig að það voru ekki 2 kennitölu sem saminust. Þetta Brim er stofnað raunlega 1985 af Reykjavíkur borg og Ingvari Vilhjálmssyni, útgerðarmanni á Ísbjörninu. Ef við erum ekki að vera að kalla það Guðmundi Bæjarútgerðinni. Nei, við erum skráð félag á markaði. Komum í bæjó. Eins og segja, þetta kampæn er geymt á hafsbotni í Britanníu skaga. Hvernig smakast þetta hjá okkur? Nú, í Britanníu skagana? Já. Já, skonarstuðna voru mikla gerðar út frá Britanníu og þeir eru hingað. Já. Þannig að það lítur nú vel út. Og þú ert nú, þið leiðist nú ekki að sækja djúpslóð, heldur. Nei. Já, skála. Skál. Skál, strákar, gaman að fá okkur þáttinn og gleðilegt sumar aftur. Takk fyrir. Þetta er, svo erum við með veitingar frá kjötkompaníinu. Þú hefði mikla ágjör því að fengir ekki veitingar. Við vorum búin að lofa því að það er eitthvað fyrir þig. Nei, ég hafði nú ekki ágjör. Og svo náttúrulega kaldibjór. Við fengum kalda út í Barcelona. Já. Það er mjög vinsælt núna að vera með íslenska bjóra á sýningunni. Að þetta er svo mikið svona litlum íslenskum fyrirtæki sem er að brugga bjór. Já. Og mjög skemmtilegt. Já. Og svo bara ef ég má koma með smá ráð þér fyrir þá sem verður með bása næsta ári. Það er ódýrara að láta sérmerkja bjór heima og flytja hann út og hafa hann sem auglýsingu á básnum í staðan fyrir að kaupa hann af ráðstöfnu höldurunum. Já. Það eru þau 6 dýrar að kaupa þetta af höllinni, sko. Þannig að það eru ykkur búin að fatta þetta, en á næsta ári vantilega allir. Hagkvæmnis ráð Þórðar. Já, fyrir þá sem er að reka svona sýningu þetta. En það er gaman að þetta kampæn kemur frá Britannískana því að þeir voru með mikla útgerð
hér við Ísland frakkar og það tengi staðins hérna bókinni sem við förum í eftir og skónortunni. Já, ég hlakka til að tengja það saman. Já, það eru margar franskar skónortur hérna á Íslandsmiðum. Valditur. Þetta er rosalega gott kampæn. Það er hérna bara, við möttum nota þess hér í dag. Sko, þessi sjávarútvegssýning, bara, við byrjum þar. Hún er haldin, eins og ég segi í Barcelona, búin að vera þar hann í 4-5 ári, eða 5 ári, ekki? Jú. Og var í Brussel þar áður. Já. Við sjáum nú, myndaði ykkur saman hérna, í lónum. Já, þetta var... Þetta var lagðu grunnuna að þættinum í dag. Já, þarna var það hansala að Guðmundur skyldi mæta hér. Já, þetta var vel tíma sett hjá okkur. Já, náðu þeir ansi góðum hana. Sko, það er, segðu okkur frá þessari sýningu, bara svona... Þetta er stærsta sjávarsýning í Evrópu og hérna þarna koma eiginlega allir úr heiminum og nokkuð mörg íslensk fyrirtæki hana og þetta var í Brussel og þetta er náttúrulega svona okkar svona ársatið innan gæsalappa þegar við erum að selja og hitta okkur kuna þannig að þetta hefur skilað miklu. Sko, ég veit ekki hversu margir Íslendingar voru þarna. Ég er búin að heyra tölur frá 800 til 1000. Já, rúmlega 800, já. Auðvitað, þarna voru öll stærstu sjávarútvegsfyrirtækin, þarna er líka þjónustufyrirtæki, við hittum þarna Héðinsmenn og Kapp var á svæðinu og Tor Cargo og Eimskip og fleiri. Þannig að það er hérna mikið í kringum þetta. Já, Ísland er líka orðið svo vel tengt núna inn í alþjóða kerfi þannig að þessi fyrirtæki fyrir nefni eru líka að vinna fyrir erlenda aðeila. Já. Þannig að þetta er en svo líka sáu ég hvað við erum líka litlir að því að eins og það var eitt laxeldisfyrirtæki þarna sem er með meiri útflutning á laxi frá Noregi en allur íslensku sjávarútvegur. Ég veit. Það varst að tala allar sjávarafurðir. Já, allar sjávarafurðir. Já. Við erum að flytja út fyrir 350 milljarða en Movi er að velta ykkur 600-800 milljarða. Já. Það var svona tvennt sem að stóð uppur hjá mér þegar ég kom á sýninguna. Svona ef ég setja fram einföldum hætti. Það er annars bara hvað fyrirtækin okkar eru flott, bæði sjávarútvegsfyrirtækin og þjónustufyrirtækin kringum þetta og mega vera stolt af því sem þau eru að gera þarna og þetta bara dagstaglega. Hitt var hvað Ísland er þrátt fyrir að það hafi verið nokkuð stóri básar og stór fyrirtæki alltaf, hvað við erum agnarsmá í þessum stóra heimi. Íslensku sjávarútvegur. Sko þegar kemur að, þú veist, veittu magni, þá náttúrulega eru við veittu eða öldu magni, þá náttúrulega eru við lítil, en hins vegar það var svo mikið íslensku fyrirtækjum sem eru ekki að veiða heldur að búa til tækni og þjónustu inn í sjávarútvegi. Og það er rauninni okkar, og hefur alltaf verið eitthvað forskot eða ekki, það er að segja tæknin. Og eins og tala maður við menn sem eru á básum eins og eitt sem við tölum við sem er að selja ákveðna tæknin í fiskimjölsverkmiður fyrir árið síðan þegar það var orðið nokkuð líklegt að þessi veiðigjalda umræða myndi fara eins og hún endaði að þá bara datt pantanabókin niður, hann var með pantanabók og hún fór niður 70% bara úr einhverjum x-milljum í einhverja x-milljarða úr 4 í 1 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þarna sá maður mjög skýrt hvaða áhrif þetta hefur og svo var nú annar, ég vil nú ekki vitna í tveggjamanna tal en ráðherrann gaf sig að tala við mann þarna og hún segir við hann ég tala Hönnu Katrín, hún segir við hann já, maður er að heyra það að detta niður pantarætnar og minna að gera og svona og hann spyr þá bara ráðherrann já, ert þú hissa á því eftir það sem að undan er gengið og fyrir yfir alla þessu umræðu og þá er svarið frá ráðherranum, já, þú ert einn af þeim. Það er við og þið, þú ert einn af þeim. Já, ég er einn af þeim sem er í rekstri í kringum þetta. Þannig að þetta sagði ákveðna sögu. En hún mætti, það er Hún mætti, já. Við skömmumst aðeins í henni fyrir að mæta ekki. Já, hún var aðeins mynd á það. En ég skil ekki að hverju voru ekki fleiri pólitíkusörðuna. Já. Það er allt atvinnulíf verið á svæðinu. Ég svo enga stofnarmenn og enga íslenskar fjölmiðla. Nei. Bara þjóðmál. Nei, sem er þó ekki fjölmiðl. Þannig að Já, ég var nú mikið að hugsa hérna þennan þátt í gær þegar ég var að fljúga heim og líka hvað maður að segja og hvað maður að horfa og hérna svo þegar hann að kenna mér að tala í mikrofóni hérna að það hefur orðið svolítið svona gat á milli stjórnmála og framkvæmdavaldsins og svo aftur atvinnulífsins á síðustu svona kannski 20 árum. Ekki bara á Íslandi, þetta er líka í Evrópu. Hvernig gat þá? Að það vantar svona samtal og skilning á milli, það er búið að mála einhvern veginn atvinnulífið í þessum norrænu löndum sem eitthvað hættuleg
og það er komið nýtt vald eða ný stétt sem stjórnmálin og sem stýra framkvæmdavaldinu og sett ríkissjóði og það var alltaf áður fyrir að ríkissjóður var ekki svo stór þáttakandi í samfélaginu en nú ríkissjóður orðin ef ég myndi setja það myndræmt upp fyrir ykkur ef ríkissjóður væri hlutafélag og bara á markaði að þá ríkissjóður langstærsta fyrirtæki á Íslandi að velta ykkur 1700 milljörðum og sjávarútvegurinn, við vorum að tala um sjávarútveginn, hann kannski með 350 milljarða og bakvið þennan ríkissjóð þá 330.000 hlutafar sem eru þeir sem eiga vegabréfin og þeir sem kjósa eru þá 270.000 en þeir sem stýra ríkissjóði eru þá 11 forstjórar sem eru valdir af þessum 63 þingmönnum sem við kjósum og þetta fólk virðist vera orðið hrætt við atvinnulífið og það komið þetta mikla gat á milli ríkissjóðs og fólki sem þar og svo átti fólki í landinu sem með frálsir fjölmiðlar eins og þið eru núna eða ekki fjölmiðl, eins og þú segir að því að hver skilgreindi ykkur sem ekki fjölmiðl það var þessi hópur og ég segi að gat alltaf að stækka en ríkissjóður alltaf að vera stærri og stærri í samfélaginu og þetta sást svo vel á þessari sýningu kannski þarna sáu þið atvinnulífið í Evrópu í sjávarútvegi og svona tæknigreinarnar allt en það voru engin fjölmiðlamenn það var ekki frá ríkinu langstærsta fyrirtækjun í Íslandi sem þjána mikið á okkur og þarna birtist þið svo vel þetta gat sem að gerast Þetta voru náttúrulega bara svo bryðið þessu upp sko, við vorum að tala hér útgerðarfélögin og þjónustufyrirtækin, svo voru líka fulltrúar frá bönkunum, tryggingafélögum, olíufélögum, endurskoðunarskrifstofur sem að hitta sína kuna, bæði innlenda og erlenda og allt þetta. Þannig að það svona rjómin af atvinnulífinu kannski. Og svo mikið af þessum fyrirtækjum sem að sýna þá einhverjum í sérilagi eins og fyrirtæki sem bara í útgerð einhver voru bara að taka með starfsmenn sko, bara einhver kemur þú mig í ár og þannig að það var allt gallerið af fólki og bara mjög merkilegt að koma að það. Þú varst mikið ef þú kom inn á samtölun okkar við Hermann Björnsson í Sjóvá. Hermann Björnsson í Sjóvá, já, sko ég var að reyna sannfæran það að Sjóvá ætti að fara að tryggja vöruflutninga Hormúrsund. Það sem að premíurnar eru orðnar rosalegar, búin að 30-faldast núna á nokkrum vikum, ég veit ekki okkur en hann var ekki... Skilur hlustinu hvað premíur eru? Já, bara það sem þú varst að borga fyrir endurstoppverið skipsins til að koma þið í gegn, það bara komið upp í 5-6% versus 0,2 fyrir 6 síðan. Þannig að þetta getur skemmtilegu vaxtabrótu fyrir Sjóvá en Hermann... Þú varst að samfæra það að þetta verður bara gefin spurningar. Já, meira á minna sko, en Hermann var hann var nú ekki, hann neitaði að tjá sig málið, ekki bróða þannig. Þú vilja meina að vera lítil átt yfir Hermann að tryggja hana? Já, eins og segi, þetta free money, það hefur engu skipi verið sagt á það. Nei, það er rétt. Það til að sé, það er rétt. En að þið að tala um fólki, að því þegar okkar fólk fer þarna, þá læra svo mikið á öðrum fyrirtækjum þarna og við löpum alltaf alla hallirnar og þá fáum við hugmyndir og til þess að gera rekstur okkar betri og tæknina betri. Þið gerir það? Já, við förum og sjáum hvað pakningar að gera og hvað að ganga vel hjá öðrum og hvað þeir mæla með og líka hvað þá kúnin, evrópski neytandinn að borða og líka í heiminum, af því að við þurfum alltaf að framlega vöru sem ykkur vil borða. Já. Ég held að það sé ekki ofsögum sagt hjá mér, sko sýningi fyrir fram í 5 sölum og hver salur svona stærði Egilsöll. Já. Salin þar. Já. Þannig að þetta er rosalega stórt dæmi. Það var kátt í höllinni. Heldur betur. Mikið að labba á þetta milli, eins gott að vera í góðum skóm. Já, maður náði alltaf sínu 10 skrifum það var ekki vandamálið. Þannig að það er rauninni bráðholt að mæta þetta. En hvað eins og bara fyrir þig? Þú ert að hitta núverandi kuna og verðandi kuna og önnur fyrirtæki og... Já, þarna voru til dæmis stóru erlendu bankarnir sem fjármagnar Brim. Já. Og þá fáum við eitthvað fréttir frá þeim hvað að gerast sko í þeirra heimi, hvernig gengur sjávarútvegur í þeirra löndum, þar sem þeir að lána. Ég hitti hérna til dæmis samstarfsfélag okkar og meðeigundir í Chile og þeir koma alltaf sýningur og skiptuðustu á og svo hittum við alltaf Asíu kaupendurnar okkar sem koma hérna og vilja taka stöðun á okkur og horfa inn í framtíðina. Og svo alltaf laxeldi orðið stórt þarna og þarna sjáum alltaf hvað laxeldi að þróast.
Hvernig, að þú minnist á Japan, sko, hvernig loðnuvertíðin í ár, hvernig hefnaðist hún? Hún var mjög góð og hérna... Er hún á að selja þetta rafururnar og svona? Nei, ekki strax, sko, því að það búið svo mikið á loðnulausum árum og svo vitum við ekki á næsta ári hvort það verður stóra eða lítil vertíð og kaupendurnir eru óöryggir verður harra eða lægra á næsta ári hvað ákveða verði núna og við erum búin að missa stöðuleikan þannig að ef við munum selja þetta það mun taka smá tíma Missa stöðuleika og í rauninni þá samningsstöðu bara í að geta samið eitthvað svona 2-3-4 ára frá í tíman, það er ekki hægt Já, af því að eins og með kampæn það er mjög ólíklegt að kampæn verður uppseldir í ríkinu hérna sko. Af því að framleiðin eiga alltaf kampæn en við höfum ekki átt lónhrókn eða lónu núna ekki alltaf á síðustu árum og það er svo mikið stöðuleiki er svo mikilvægt og svona fyrirsjáleiki Ég spyr að því að bara það er fínt að fólk átti sig á þessu að þú veist að það er að tala hér eða það hefur verið lónubrestur eða ekki vill lóna einhver árin og það er þetta mikið tap fyrir þjóðarbúið ef við fjallaðum það þú veist, hvað, svona ef við getum gefa okkur einfalda máta að lónuverti sé að gefa þjóðarbúinu kannski, 25 milljarða, eitthvað svoleiðis 25-30 milljarðar eins og bara en getur rokka alveg frá bara 0, 5 milljarð og upp í kannski 40-50 En svo er þessi punktur sem mér langar að koma inn á sko, að þessi, þú veist að þó að það komi síðan lónuvertið að þá er það ekki sjálfgefið að það er afurðir seljist hratt og vel Nei Þannig að það er Já, og nú erum við komið svona öfluga fristi geti í landi, ef við fristum á mikið þá verður bara verðhrun Já Þannig að þetta er svolítið kunst Og allt þetta fólk sem var hann úti að tala við alla þessa kaupindur það er verið að safna upplýsingu til að reyna að stilla þetta af eins vel og hægt er eða ekki? Jú Já, akkurat Já Við myndust hér á Hönnukötu og það er alltaf gaman þegar stjórnmálum koma óvart og mæta eins og þarna. Já. Þannig að við svona hrósum við það. En við langar samt til að skoða aðeins þennan status sem hún skrifaði á Facebook í kjölfar sinna heimsóknar. Þetta var svona í hádeginu á 50, eitthvað svo leiðis. Já, þetta kemur inn seinnipartinn í gær. Ég sá þetta bara þegar við vorum að lenda. Ok. Og sumundagi fyrsta. Og þar skrifar hún á Facebook eftir að hafa heimsótt sjávarútvegsráðstefnuna og hittar forstjóra bæði útgerða fyrirtækja og þjónustu fyrirtækja. Þá segir hún það eru gríðileg tækifæri í því fólki fyrir okkur Íslendinga að segja já í ágúst og taka upp aðaldi við Evrópusamtið. Og svo fyrir hún að segja það að segja frá því að hún hefði verið hérna á sjávarútvegssýningunum og allt það. Maður hugsa bara, byrju, er það sem hún tók út úr þessari ráðstefnu? Að þið þurftum að fara í Evrópusamtið? Var það einhvern veginn, ætli einhver frá íslensku fyrirtækjum hafi hamrað á því við hana? Þetta er mjög merkilega ályktun að draga eftir þessa sýningu. Ég ætlaði bara að fara inn í frumherja og segja sko, ekki bara endurskoðun á þetta heldur bara taka þetta á götunni sko. Já, þarna hefði nú kannski mögulega vantað eitthvað þingmann úr einhverjum öðrum flokki sem gæti sér tækifæri því að segja nei en það er á seint núna. Já. Guðmundur, hvað segir þú þetta? Var þetta samtalið sem þið áttuð? Nei, hann var jákvæmt að sjá hana og kynna sér þetta en ég þorði nú ekki að reyna pólitíska umræði við hana. Þarna, en ég veit ekki hvað að segja þetta er sko ég held að kannski hún er náttúrulega ný í þessu að kynna sér sjávarútveginn og ég átt sagt að nú, eins og síðustu 20 árum eru búin að vera 10 sjávarútvegsráðherrar að búin 3 forstjórar Brims og svo þegar nýr sjávarútvegsráðherra kemur alltaf með sína nýju stefnu þannig að þetta er mjög erfitt starf að því að þau ætla öll að breyta öllu 1, 2 og 3 og það hefur aldrei gengið Já þannig að ég held að hvort að við erum innan eða utan Evrópusambandsins væri nú alltaf á þessari sýningu Já, ég vona það en við ætlum að koma nánar því eftir en ég vildi þess allan að endur skoða á þessa fæslu Já eða taka hana götunni Já, maður heyrið það nú bara að hún hefði farið á milli og svona áhaldum það hvort hún hefði eitthvað áhuga á þessu þannig sko en það er náttúrulega bara að missa þetta fólki hvort það verður áhuga á sjávarútvegi ekki, það er allt í lagi það verður flott að vera sjávarútvegsráðherrann hefði það en kannski eitthvað daginn Herðu, við hefum verið með liðinni þættunum þar sem við sko látum viðmælendur stíga á svið í góðum skóm frá Echo, vinum okkar. Ég ætla nú aðeins að breyta þeim lið núna í dag. Taka hann bara núna strax? Já, í rauninni. Af því að sko, eins og ég myndist á hann, það var gott að vera í góðum skóm á ráðstefnunni. Maður finnur það. Þú stendur alltaf daginn, þú ert að labba á milli og þú veist. Já, það er leikilegri að vera í góðum skóm. Já. Sko, þá höfum við verið með lið þar sem að við höfum beðið viðmælendum að koma með eitthvað efnin til að ræða, þú veist, en við erum þetta svolítið að ræða þessa sýningu í dag.
Þórður, þú ert með eitt. Það eitt sem ég vil fá að skjóta inn á undan og velta aðeins upp fyrir ykkur. Já, hvað með það? Eftir þessar ráðstefnu og þá var hann að skoða og tala við mikið fólki. Ég rætti þetta enda við einhver úti. Það eitt sem að svona vekur athygli, eða svona sem er langar til að varpa fram. Nú þarna fulltrúar sjávarútvegsfyrirtækjanna, við vitum að sjávarútvegurinn gengur, öllu jöfna vel. Þegar að gefur á bátinn, þá hafa menn yfirleitt fundið út úr því. Nú er að draga upp einfaldar myndar resturum síðustu árin. Menn hafa fundið lausnir og menn hafa þróast og við höfum átt, þú sagði nú í samtali við okkur sem við höfum eftir að byrta á samfélagsmiðlum okkar, þá sagðir eitthvað á þá leið að við varum lítill fiskur í stóru tjötinu, við varum mjög flottu fiskur, við vorum að gera góða hluti, sem ég held að sé alveg rétt. Og við, eins og ég sagði hér áðan, við megum vera mjög stolt af þessari grein, og þarna sjáum við alla þessi þjónustu kringum þetta, banka, fyrirtæki, og svo framvegis. Banka, tryggingafyrir ætlaði að segja, og svo öll þessi þjónustu fyrirtæki, við myndum sér á Héðin og Kapp og fleiri. Allana, til ljúka þessari löngu ræðu. Þegar maður horfir yfir sviðið, og ég held ég geti fullyrt, ef við horfum á fólk á aldursbilinu, ef að segja svona 14 til 24 ára, fólk sem er að klára grunnskóla, er að fara í framhaldsskóla eða í framhaldsskóla, háskóla, ég held að séu mjög fáir þessum aldri sem að dreymir um að vinna í sjávarútvegi. Er það rétt hjá mér? Ég held að það sé ekki rétt. Eða ekki? Ég vona að þetta sé ekki rétt hjá þér. Já, þú vonar það. Já. En hvað heldur þú, Þórður? Ég held að þessi punktur sem hefur nú komið fram að eins og þetta var nú fyrir ekki svo lengur síðan, kannski ekki meira en 20 ára síðan, þar sem að þú gast reddaði sumarjobbi í fiski, Er það ennþá hægt? Ef ég segi, ef ég var ungu maður í dag, þá myndi ég sjá mikil tækifæri í sjávarútvegi, ekki bara endilega fara á sjóinn. Ég er ekki að tala um það, ég er ekki að tala um þjónustuna. Já, að því að sjávarútvegurinn er bara rétt að byrja að þróast, að því að við sjáum bara hvað Kerisir skerði og Marel gerði á sínum tíma í tækninni og við erum bara rétt að byrja í þróuninni, hvernig við munum nýta, ef við myndum breyta aðeins spurningunni með sjávarútveginn, ég held að það er gríðarleg tækifæri fyrir ungt fólk, hvernig eigum að nýta hafið til verðmætasköpuna fyrir Ísland. Eigum við að fiska, eigum við að rækta í hafinu, eigum við að vinna eitthvað úr hafinu og annað. En það er alltaf lykilatriði að hafa stjórn á hafsæðinu okkar og líka hafsbotnin. Nú vorum við sem kannski allir áttar sig ekki á að Ísland er eitt stærsta land í Evrópa því við eigum svo mikið hafsbotn. Já, lögsagan er gífurlega. Já, og hafsbotnin, það má enginn nota hafsbotnin á íslenska landgrunni nema við, og landgrunni okkar nær út fyrir 200 milljón. Þannig að ég myndi segja fyrir ungt fólk að sjávarútvegurinn væri mjög spennandi framtíðinu og líka tæknilega séð og allt mögulegt. Þjónusta við Grænland og Svo með líka heyrt það að bara alltaf þegar það kemur upp eitthvað nýsköpunar fyrirtæki sem ætlaði einhvern veginn að taka eitthvað gögg sem eru til og greina þau og búa til eitthvað vörur og því þannig að yfirleitt opnar dyr þar hjá sjávarútvegsfyrirtækjunum hefur maður heyrt og maður hugsa líka bara öll þessi gögg sem eru til borðið í þessu skipum hitastíð, þú veist, hvar var dreigið, hvenær var híft og allt þetta Þetta allt saman er eftir að greina þetta til að kannski búið til leiðir til að gera þetta allt saman með ennþá minni tilkostnaði sem er náttúrulega alltaf það sem við erum að bæta við þetta. Já, maður hugsa líka bara eins og við vorum að tala við Héðinsmenn sem er að þróa nýjar spanhittara spanþurkara segja fyrir Vestmannaeyinga. Það er svona tækni sem er bara mjög áhugaverð. Það sem ég var við. Þegar við erum að horfa á ungt fólk í dag, þá þetta vonar maður að við séum að ná að koma þeim skilabóðum áleiðis til þeirra að það borgir sig á einhvern þátt að mennta sig einhverju sem að tengist þá sjávarútvegi. Hvort það er að vera á sjó eða bara að vinna í tekninni eða hafinu því að ég kem aftur inn og ég kem í bókina og bátinn eða skónarstun eftir að það er svo miklu tækifæri í kringum ef við köllum þetta bláa hagkerfið og þegar ég segi að því að þetta er eiginlega svona, við erum, að því við erum með Golfströmmin og Pólströmmin hérna við Ísland, að við erum bara eins og besti, við erum bara eins og besta vínræktar hér að í heimi, nema við erum með fisk og sjávarafurðir og plant, svo erum við þörung og annað, þannig að það er gríðalegt tækifæri og að þú varst að tala um nýsköpunna, að við ákváðum hérna 84 að hafa mikið gagnsæi í sjávarútvegi og við höfum náðu að borga góð laun, þannig að við erum með alveg frábæra sjómenn, hvort sem er skipstjórar, stýrimenn, vélstjórar, vinnslustjórar, hásettar
og við erum með tæknimennta fólki í landi. Þess vegna íslenskur sjávarútvegur besti sjávarútvegur heimi að því að við erum með frábært fólk í greininni og ég segi átt svona í gríni ef það eru ég ætla að segja 3 ungir menni, ég segi bara sko segja 3 ungt fólk, að því stúlkurnar eru færa úr strákarnir að fara sjóinn, að ef þú ert velstjóri og góð skip í okkur, þá er þetta ekkert með lægri laun en lögfræðingur eða læknir í landi. Þetta finnst nágranna, svona erlenda þjóðir sem koma heimsækja brim, þeim finnst þetta mjög merkilegt hvað meðalaun okkar starfsfólki eru há. En samt í fyrirtæki er ekki með hagnaði og við borgum góða skatta og góðan arð til eiganda að því að við erum með svo gott kerfi og gott fólk og mentafólk, það var ekki endilega ekki verið háskóla, við getum verið að fara í tekniskólan og annað og fara út í heim. En til að svara spurningunni, ég myndi að vera rosa bjart fyrir ungt fólk að stúdera sjávarútveg. Já, það voru skilabóðan sem ég vildi koma á framfæri. Þetta er það sem Íslendinga kunna sko, þannig að þú langar að búa til sérhæfingu sem er gjaldgeng allar heim, þá er það sérlega þarna sko. Já, Grænland mun vanta fullt af svona aðstoð eða gera eitthvað Austur-Grænlandi. Íslandi er næsti staði fyrir Austur-Grænland. Þórður, hvað ætlaði þú að koma með? Þú varst með eitthvað innlegg í Já, þú varst nú viðmælandi stíð á svið. Já, þú varst nú komið með það hérna áðan, þar sem að Pavel, sem er nú bara ágætis félagi minn sko. Ekki ég, búlistrákunni, þeir sjáum Já. Þannig að þá var hann búin að klippa út hérna nokkra fréttir með hérna tilvitnurum í þennan sjávarútvegskommissar, þar sem að hann lýsir sinni sko persónulegu skoðun að þetta komi nú bara vel til greina og hérna endalausar undanþágur og ekkert mál og hann segir hérna, ég held að meginn nú bara að fara að loka þessara umræðu hvort það sé undanþágur ekki, en þetta er bara persónuleg skoðun þessa manns og EU 27 þurfum öll að samþykja þessar undanþágur. Þannig að við þurfum bara að hafa það í huga sko, þetta er ekki undir þessu manni komið sem að var landbúnaðar á þeirra Kýpur áður en hann tók við hérna, þessu starfi og bara svona áhöldum það hvort að hann hefði einhverja innsýn í svona sjávarútvegsmál og þessa sjávarútvegspólitík sem er náttúrulega mjög skorpnuð inn í þessu sambandi. Þannig að ég ætla ekki að setja á hann gult spjald en bara tiltal. Þetta er ekki málmilegt að leggja það til að loka umræðinni. Ég held einmitt að við ættum að nýta sumarið í eitthvað slíkt. Já, fyrst við erum komin í þess að FR hvort þið er. Hvernig er stuðullin, strákar? Epic Man, hvernig er stuðullin hjá okkur á hérna? Það var nú stuðull á þetta hjá Epic Bet. Þetta er hnífjant bara. Já. En fólk er að setja peninga á neyð. Fyrir þá sem er að hlusta, þá er þessi stuðull það hvort Íslendingar munu samþykkja aðild að vera ESB. Stuðullin á nei er í dag 2 og stuðullin á já er 1,9. Já. Þannig að sjónamunurinn ekki fjár. Þetta er svolítið merkilegt. En sko stuðullin á neyinu var tölvöld hærri sem því það að fólk er að setja pening á neyið, þannig að það er að vera sem sagt payoff þeirra minnka sko. En þessi ágæti ráðherra sem þetta tala hann var hérna á Grandanu fyrir 1 viku. Hanna Katrín? Nei. Hérna kommissarinn frá Brussel. Já, ok. Heimsóta þig? Já, ok. Við fórum að allt fyrirtækið og þetta var kurteis þessi maður og við rættum náttúrulega ekkert pólitíkin og hérna en ég hef líka farið til Brussel og við höfum samtaka atvinnulífsins og það er alveg skýrt að við erum ekki, Ísland mun ekki breyta það sem við búið samþykja í Brussel. Nei, þetta er eitt af því fyrsta sem var samið í ESB, þessi sameiginlega sjávarútvegs stefna. Já. Akkurattu við það getur verið undan þegar henni. Þú veist, það er ekki í boði. Nei, það er ekki. Ég segi þetta á svona í gríni núna því ég kem frá Rifi, að Rifi og Hellansandur, það er rúmlega 400 manns og Íslendingarna hinir er 400.000. Ef við varum sér svona hertogatæmi og svo höfum við áhuga að saminast ykkur 400.000, þá myndum við alltaf spyrja ykkur hvernig allir þið aðlaga ykkur að Rifi og Hellasandi. Ég er ekki vissum að það myndi ganga hérna í alla á Stór-Reykjavíkursvæðinu allavega. Nei, það var gaman að fylgjast með þeim. Ekki 101.
sko líka svo þeim var búin að heyra sögur af því að það séu íslenskir embættismenn að tala við norska embættismenn herri, við ætlum að kýla á þetta, komum ekki bara með og við búum til ykkur pakka fyrir okkur Ég hef heyrt þetta saman Já, og þetta bara svo niðurlægjandi, þetta svo mikill barnaskapur að við séum með fólk að tala fyrir okkar hönd á þessum nótum við erlenda fulltrúa Já. en ok, við Eigum að afgreiða að fara hratt yfir ESB umræðana Það eru nokkru púntar sem er nokkuð til að koma inn á þar höldum áfram bara Þannig að við sáum til dæmis að Feneyjanefndin, hún gerir nú athugasemdir við orðalag þeirra atkvæðagreiðslu sem búið er að boða núna í lok ágúst. Reyndar hafði landkjörstjórn líka gert það. Það sem spurningin er eitthvað á þá leiði hvort að ég halda áfram við aðildarviðræður, ekki réttu mér. Við sjáum að Feneyjanefndin gerir sinna athugasemdir þetta. Ég má koma að sinni þetta fyrir Já. Því Feneyjanefndin er mjög mikilvæg nefnd í Evrópu. Heldur betur. Að því að eins og með stjórnarskrána og annað. Og ég er nefnilega ánægður að Feneyjanefndin komið þetta því í mínum huga er bara verið að kjósa eigum að fara í ESB eða ekki. Ef þú segir já núna þá ert að tala að fara inn í ESB. Það er svona kosting að snúast í rauninu Já, það er það og það er það sem Feneyjanefndin er að bara benda á. Já. Af því að þú mátt ekki nota kosningu til að plata kjósendan. Ég hef sagt dæmi fyrir ykkur að þið eru svo ungir að þegar var hérna kosið Það komdu með þessu föður með ráð að þegar þið getið googlað þetta svo líka róleitum að þegar var kosið Reykjavíkurflugvöllurinn á sínum tíma þá sagði þáverandi vinstri meirihluti í borginni ef það er ekki 50% þáttaka í kosningunni þá er ekki tekið mark á þessari kosningu og ég bjóði Reykjavík þá og ég hefði sagt að flugvöllurinn ætti að vera áfram í Reykjavík en ég vissi að er það engin þáttaka í kosningunni þannig að ég mætti ekki á kjörstað svo ef ég man rétt þá held ég að verið 30% þáttaka en það var naumur meirhluta af þessum 30% sem vildu flugvöllurinn í burtu svo sé ég nokkrum ára setna þá er þessi kosning notu í því tilgangi að segja að það voru meirhluti Reykvíkinga sem vildu flugvöllurinn í burtu hefði spurningi verið alveg skýr eins og Feneyjanefndin er að segja þarna þá hefði orðið 70-80% þáttaka og það hefði verið gríðarlega meirhluti sagt já við viljum hafa flugvöllurinn áfram í Reykjavík þarna voru kjósendur plataðir og íbúar Reykjavíkur það er verið að plata kjósendur akkurat núna það er verið að reyna að plata kjósendur akkurat núna og ástæðan fyrir því að þetta fer í þessa loðnu þjóðaratkvæðagreiðslu er svo að það er ekki meirihluti fyrir málun á þingi það er ástæðan þannig að þú veist þessi kannski í bestafalli 1/3 þingmanna sem að vill fara í þú veist það ekki, það er ekki búið að kjósa tillöguna og ekki kjósa atkvæðagreiðsluna þá kjósa hana ef það er borðið á þingi hvort við hefum gangið í Evrópusambandið ekki, þá er ekki meirhluti fyrir það þinginu það er ekki meirhluti fyrir svo þinginu ESB að gangið í Evrópusambandið þar að segja ég er bara að segja það sko þess vegna alveg flokkur fólksins ekki Framsókn ekki Miðflokkur ekki Sjálfstæðisflokkur Viðreisn partur af samhengingunni that's it sko en þá er ég ennþá ánægri með Feneyjanefndina að því að það verður að vera alveg skýrt hvað er verið að kjósa Já, hvað bara að draga upp þessar tvær fyrirsættir hérna sem að annars að Morgunblaðið sem segir í fyrirsættina orðalagið innan gæðsleppa að halda áfram væri umdeilt en RÚV segir frá því að þjóðaratkvæðagreiðsla samræmist alþjóðlegu viðmiðum það var einhvern veginn megum náttúrulega ekki að vanmeta það að RÚV er mjög fylgjandi Evrópusambandinu þannig að þeir eru hérna í jáliðinu þannig að það er alltaf við sama ofur eflið að eitja þar Svo var komin fram áætlaður kostnaður á aðildarviðræðurnar ég sá að viðskiptalega verðum að fjalla það er svar sem að utanríkisráðuneytið veitti utanríkismálanefnd Alþingis áætlaðan kostnað við þessa viðræður og hann verður áætlaður í kringum 2 milljarðar. Kostnaðin er ekki bara fjárhagslegur, þetta er líka að leið og það verður sagt já þá fer allt kerfið í það að stilla sinna á þetta og fara að hættu að hugsa eitthvað sem að geti skipt meira máli. Það vantar inn í þetta sko ómældan kostnað. Já, ómældan kostnað sem verður ómældur. Já, ef það verður sagt já þá förum við í aðlögun strax. Við breytum og meira sem stendur í svari hérna utanríkisráðuneytisins að það gerist bara 1. september.
Já. bara þá hefast viðræður það er bara Já, ekki bara viðræður, heldur við byrjum aðelda viðræður, Já, aðlöðuna viðræður Já, og við byrjum með þess að strax sjálf þannig skilst mér þetta sé gert Það hófst með þess að aðlegur hérna 2009 já. og eru til stofnanir eins og fjölmiðlanefnd að ábendingu Evrópusambandsins til dæmis Já. þannig að það verður sem við sitjum með þau með eitthvað meira að því vantala heldur betur Herru, ég ætla að taka smá útrúdur er eitthvað meira í þessu? Já, en við höfum hérna nokkra mánuði fram að kosningu Við möttum að fenda okkur kannski Ég mætti bara koma inn í það ég held að allir ef Alþingi samþykir að hafa þessa kosningu núna á næstu viku að þar þurfa allir að vanda umræðin og vera klári hver er þeirra skoðun þegar þeir kjósa í enda ágúst þannig að þetta verður ekki sem í flugvöllin Já, heldur betur Það verður líka áhugavert að sjá bara hver kosninga þáttaka verður svo þetta verður niðurstaðan áhugaverðin en hún lítur að byggja svolítið á því líka hver þáttaka verður Við sáum allir með í þjóðaratkvæðagreiðslum eða þegar var kjósið til stjórnlega þings þá var ekki mikil þáttaka í þeim kosningum aftur á móti var mikil þáttaka í kosningunum ISF svo dæmis þetta ekki Einmitt, algjörlega en þetta auðvitað er náttúrulega bara sett fram þarna núna fyrir í vor sko bara til að taka athyglinna frá öllu vesininu sko og það mun vantilega takast fram að þessu Já Herðu, smá útúrdúr Ertu á rafmagnsbíl, Guðmundur? Nei, ég er á bensínbíl Já, þú ert á bensínbíl líka Jú. Þegar þið fáið ykkur rafmagnsbíl þá þurfa að fá ykkur svona amper rafstöð Ég er búin að kaupa hana sko Það er alveg, þú ert búin að kaupa hana tilbúin ég er bara klár Það er ekkert að kaupa, hún er sett upp á nefndugjalds Já, ég er búin að kaupa þessa þjónustu og þetta er bara fyrir gesti sem að hérna eru Þeir voru eitthvað sem keyra á þessum ristaðilum Þú þurfum að laða það þér Þannig að þegar kemur að því þá hérna fá okkur svona Já. Þeir voru eitthvað velta fyrir sig sko með hvalveiðiskipin sem er alltaf gufugnúin Þú veist að sko hvort að munum við sjá einhvern rafvætt hvalveiðiskip Við sjáum hann málverka einu hérna Er það ekki rétt hjá mjög myndur að sko það eru ennþá gufuvílar í hvalveiðiskipunum til að þau séu sem hljóðlátust Er það ekki rétt hjá mér? Já, ég er nú ekki alveg klár við mátum aðeins hérna sko en þetta er allan að gamla vélar hérna. Já Skilst að þetta er kóla kynnt sko og svo er gufuvélar því að þær eru hljóðlátar og það er það sem skiptir máli til að geta nálgast hvalina Þannig að Vorum bara spæði hvort það setja upp hvort það var hringi Kristján Lótsson og setja upp svona stöð Láttu setja nokkar stöður í hvalstöðinni Já Rafvæða hvalskipin Er það ekki næsta átak hérna á nóvember hérna rafvæðing hvalveiðiflotans Niðurgreiða Þeir geta selt ykkur ETS-einingar og allt sko En að því sögðu vera hvalveiðar í sumar Já, ég segi að hvalur eitt bátur konupísli Já Ég held að Kristján muni fara með sín skip á veiðar. Er það ekki bara jákvætt? Það er allt fullt af hval hérna á miðanum. Já, það var mér næsta spurning. Hvernig, við erum náttúrulega ekki búin að veiða mikið, það var engin hvalveitur í fyrra. Nei. Það má veiða 150 langreiður í ár. Þú veist, hvað áhrif hefur þetta á ykkur? Alltaf var mikið, eða á hafið. Eins og nú er bakur í vetur að það er gríðarlega mikil sko að hval á miðanum gríðarlega mikið og hvalurinn borðar það vita allir borða mikið hvalarnir kringur landið borðar svona 5 sinnum meira heldur en við veiðum ekki allavega það og þetta er gríðarlega mikið 5 sinnum meira já, það er eitthvað svo eftir einhverja milljónir tonna sko sem þið geta þannig að þú veiði bara botfiskinu uppsjáfiskinu og lætur hvalina vera þá myndast náttúrulega ójafnvægi Var ekki Stefánur sem orðað þannig að sko hnúfubarkar var búin að stilla sér upp í kring og búin að umkringja landið og er að hóta þegar ég geti þetta frá mesta öryggisókninu í Íslandi voru hvalindir En hvað ætla Kristján að gera með þetta? Er hann ekki bara að fara að bræða þetta og búa til einhver vítamín og svona? Varstu búin að heyra því? Nei, ég er ekki búin að heyra það en ég held að Japani borði þetta það Þetta er vinsælt hérna þegar þetta er á matsöldstöðum á Íslandi hvalkjöt, mér og túristarnir vilja borða hvalkjöt en það er ekkert að hvalkjöti Nei, þetta er norskjöti Þið sjá bara landi, þau lönd sem hafa friða algjörlega fíla að það er stundum, þetta er vandræða gangur þar að því að svo hafa þær ekki æti og þá koma þær náttúrulega bara það sem ætið er og hvalendir gera það, við erum að byggja upp sterka fiskistofna en náttúrulega þau vorum að tala um Evrópusambandið
þeir hafa ekki rekið sinn sjávarútveg skynsamlega. Þetta eru óveitt allar sína fisktegundir. Og þess vegna voru við hrættir hérna áratugum áður að fara hann inn að því okkur fannst fiskveiði stjórnun í Evrópusambandinu ekki burðug. Og þetta kemur ljós í dag að flestir stofnar í Evrópu eru ofveittir og búa að veiða og það er lítið. Að þau voru að tala um aflamagn. Ég held að bara Brim veiði jafn mikið og allt Þýskaland. Einmitt. Og sko ein raukin gegn hvalveiðum oft sko þau að sko hvalir séu svo gáfaðir og hafa sem mikla tilfinningar, vantarlega bara, ég veit ekki hvort þeir eru með stjórnmálaskoðanir eða hvað sko, en ég segi bara gáfaðan mat fyrir gáfaða fólk, er það ekki það sem við viljum? Jú, ég maður saukindin nú svolítið klárstundum. Það líka sko. Já. Það verður fróðilegt að sjá hvað verður það. Við erum að tala um sjávarútveginn, þá við komumst alltaf ekki til því að ræða þessu umfjöllun Berlingske tíðinni síðustu helgi. Þessa undarlegu umfjöllun þar sem rættir við 19 álitsgjafa hér á landi, þar með fjármálaráðherra. Já, sko Daði Már lét, mér sýnist hann hafa nú aðeins látið plata sig þarna sko. Síðan rættir sko Þorvald Gylfason, Gylfa Magnússon, Kjartan Sveinsson, Sigurjón Þórðarsson, Jóhannes Stefánsson og fleiri til. Það rætti mig. Það rætti þig. Var eitthvað haft eftir þér? Nei, við fengum bara, hann hafði samband þessi ungi drengur og við báðum skriflega spurningar og þær komu og þá sá ég alveg að þetta var svona eitthvað annarlegt og hann var með mikla ránkumundir Ísland og íslenska sjávarútveg. Þannig að við reyndum að svara hann vandlega en það fór einhvern fyrir ofangar og neðan. Hann gerði ekkert með það? Nei. Maður hefur heyrt fleiri svona sögur, byggðum komment, búið að mála upp ákveðna mynd, því er svarað og svo er það ekki notað sko. En Þórður, segir bara hluturinn sögur, þetta er einhver ungur blaðamaður á Berlingske sem við heldum að vera verktæki en svo var mér sagt á sýningunni að hann væri nemi starfsnemi sem frækist inn í vondan íslenska félagskap, kynnist Þórður Snæ, Inga Frey, Aðasteini, kynnist þessu rúfurum sem hafa verið að hamast í sjávarútvegi síðustu ár. Já, hann fær rómsuna frá þeim og tala við menn eins og Þorvald Gylfason og fleiri og færi Sigurjón Þórðarsson og Þorvald Gylfason og smábáta Kjartan allt príðismenn og allt það en svona eru nokkuð fyrirsjáanlegir í sínum skoðunum á þessum málum og en svo finnst mér bara rosalegt að fjármálaráðherra Íslands, þetta er borið undir hann og hann er svona, ég veit nú ekki alveg en hann er samt svona ekki tilbúin að andmæla þessu að þetta sé eitthvað ólígarka veldi á Íslandi. Þetta er náttúrulega bara óbóðlegt að fjármálaráðherra láti hafa svona eftir sér. Hvað segir Sheikh Guðmundur? þetta? Já, svona vistu verið með ólígarka í setturu Já. Mér fannst þetta svona miður að okkar ráðherra sé að tala svona. Að því ráðherrarnir eru, eins og ég segi, hann er ekki alþingismaður, hann er skipaður ráðherra og þú átt að tala vel þitt land og segja satt og rétt frá. Hann er með þess að í dag er hann yfir skatturinn og hann er að gefa skyn að eftirlitskerfi á Íslandi og okkar kerfi sé ekki nógu góð. En við svo er hérna, þið voru nefna alltaf þessa drengi á Íslandi upp á spillingar vísitölu heimsins, þá erum við bara einu hæst best minnst spiltu löndum í heiminum. En ástæðan fyrir við aðeins fallið held ég sér bara út af þeirra skrifum. Þeir gefa input í þessa könnun á hverju ári þessu transparency batteri. Ég held að við séum númer 10 og 11 á 200 ríkjum í heiminum. Þannig að ef við erum í knattspyrnu og við lentum í 10. sæti á heimsmeistarmóti, við erum nú glaðir. Já, heldur betur. Og svo er þetta náttúrulega bara því miður það er alltaf ákveðin hópur hérna á Íslandi sem að gengst upp í því að láta okkar góða land líta út tala landi niður eins illa og hægt er til að ná einhverjum persónulegum markmiðum sem er náttúrulega óþolandi en þetta eru svo kallar hælbítar, eða ekki? Jú, það er einhvern veginn samt, þú veist, sumir segja sko upphefðin kemur að utan, það er ekki við í þessu tilviki því að þessi umfylgjarandar er runnin undan rifjum Íslendinga sko. Þessi hópur að gera þetta á okkur sinum nær eiranu hjá okkur úti og það er skrifið ykkur frétt og svo er það þýtt yfir á Ísland, þannig að þetta er svona hringrásarhaggjari svo kallað. En er sjávarútvegurinn alltaf í vörn? Já, mér hefur fundist það og
Jónsson Pétri, hvernig þú myndir leiða mér aðeins að tjá mig sjávarútveginn. Já, Ég skal bara taka það núna, af því þetta svolítið lýsandi, af því að við fáum þetta kerfi, við tökum þetta kerfi fyrir rúmum 40 árum og það út af því að það var allt í steik, ekki bara á Íslandi, það var allan heim. Og 1982 alþjóða hafréttarsáttmálinn samþyktur sem eru lög veiðar og hvernig við að hafa okkur í útöfunum og öfunum og þegar við setjum þessi lög í desember 1983 þá sjávarútvegurinn gjaldþrota og þetta var ákvörðun alþingismanna þessum tíma að gera þetta svona og svo þetta í mótun næstu 8 árin og svo í maí minnum við 1990 að þá samþykkt þetta framsal og þá lendum við í ógöngum sjávarútvegurinn. Hvernig þá? Rífum þau fyrir yngri hlustundur. Já, að því að þá sett inn í lögin og þess svo ánægði með Feneyjanefndina þarna spurninguna. Þá sett inn í lög og stjórn fiskveiða að fiskimiðin sem sameign íslensku þjóðarinnar. Það var ekki sett inn að fiskimiðin var íslenska ríkisins. Að því íslenska ríkið allt annað en þjóðin, eins og ég var að segja ykkur áðan, með félagi. Og það sem alþingismennir ákveðu þarna að veiðirétturinn færi á hvert einasta fiskiskip og þeir var alveg sama hver átti fiskiskipið og eins og gerist þarna 1984 að bæjarsjóður Reykjavíkur var stærsti útgerðar aðilinn í janúar 1984 og það var að því að skattgreiðendur Reykjavík höfðu borgað svo mikið með bæjarútgerðinni að þessna var stærsta útgerðin. Þetta var ekki skynsamlegt fyrir bæjarsjóð og svo gerist það að við fáum framsæleðana og við segjum og við förum svo kaupum við kannski eitt bát, venjuleg útgerð, hann kostaði 100 milljónir og þar áttu við kvótan á 90 milljónir og bátur hann 10 milljón krónur virði og við settum hann bara í niðri, hann var bara sett hent. Og þá gjaldfærðu við þessa 90 milljónir í okkar reikningi og þurftum við ekki borga tekjuskatt að því tekjuskatt var mjög hár og þá var skattmann ekki ánæður og hann starfar í umboði fjármálaráðherra þegar við erum að horfa hérna á fjármálaráðherra og skatturinn segir við höfum eigfæra veiðiréttin og þá sögum við getum ekki eigfært fiskin í sjónum að því við höfum skildum ekki alveg lögum stjórn fiska sem greinin sjá líka að því að það stóð í lögunum að þetta var eign þjóðarinnar já, fiskimiðin fiskimiðin já, ekki veiðirétturinn og ekki fiskurinn í sjónum þannig þegar stendur fiskimiðin að þá þetta svona huglægt orð fiskurinn í sjónum, hann á sig sjálfur ef þú hefur veiðið leyfið þá þetta eigfæra ef þú veiðir fiskinn og drepur hann þá þarf þetta selja fyrir penning og borga skatt ef þú hagnast að því. En það sem við gerum hérna 1992-34, dómurinn kemur 1993, það sem Hæstiréttur segir, við verum eigfæra þetta, en Alþingi má breyta kerfinu og þá máttu við afskrifa þetta á 5 árum. Svo tekur Alþingi sér til 1997, sett á fulltrúa þjóðarinnar og segja mig aldrei afskrifa þennan veiðirétt. Og síðan erum við búin að eigfæra hann og í svo brim í dag bókvarður veiðiréttur upp á 60 milljarða og það að kröfu fulltrúa þjóðarinnar en það sem kröfu ríkisins og ríki heimtaða en svo kom alþingismennin 97 og staðfestu það og svo gerist það að núna 30 ára setna þá koma ráðherrar fyrir að reka ríkissjóð og þá koma þeir að segja bara heyrðu, við eigum þetta, ríkissjóður á þetta og ég segi bara nei og til að stiða mitt mál betur þá var það þannig að ég var í stjórn tækniskólan sem fjölda ára og við ætlum að byggja nýjan skóla. Við fórum til Hollands og skoðum bestu skólana þar og þar komum við í eina borg sem var frábær skóli og þar höfðu þeir gert að í kringum 1990 höfðu þeir saminað fullt af litlum skólum sem iðnskólan og sjómannaskólan og vélskólan og þeir seldu alla gömlu byggingarna til bæjarins og bærin keypti byggingarnar háverði með því skilir byggðu nýjan skóla í bænum. Og þannig að þegar ég fór í þetta, þá fór ég í ríkissjóð og hérna og sagði, ok, nýr skóli kostar 25 milljarða og af því eru 5 milljarðar í virðisaukaskatt.
Þannig við fáum þá bara styrk frá ríkinu, sett alþingismönnunum, genur ríkið, að við fáum 5 milljóna styrk sem við varum virðisaukaskatturinn. Við seljum alla gömlu skólana, iðnskólan, sjómannaskólan og lóðirnar allt fyrir 10 milljarða, notum það í nýja skólan og voru búin að vilja fyrir 10 milljarða láni frá lífeyrissjóðunum til langs tíma sem við undir borga upp. Svo gerist það að ríkissjóður segir svo allt inn okkur, þið með byggja skólan, þið verður bara borga þetta sjálfur. Að því skólinn eiginlega svona hálfgerð sjálfseignarstofnun. Og ég heimta svo að fá veðbókavottorinn af iðnskólanum og tækniskólanum. Og þá stendur þar í veðbókavottorinn, ég veit ég akkur að skrifa þannig, þetta sé óskilgreind eign, sem tækniskólan og sjómannaskólinn. Og þá sagði ríkissjóð, þá eigum við þetta. Svo fór ég í blöðin, þá voru frálsir fjölmiðlar upp á 1940 og þar stór ræða sem Sveinn Björnsson þá æsti yfir maður ríkisins þar sem hann gefur iðnaðarstéttinni iðnskólan og gefur sjómannastéttinni sjómannaskólan. Sveinn Björnsson sem var svo forseti. Hann var forseti á þessum tíma. 45, þetta var 45. Já. Og 45 og 47 ég mann nákvæmlega rétt. Og þá stóðum við uppi með enga pening til að byggja nýja tækniskóla, en það ekki byrjað að byggja nýja tækniskóla enn í dag. Og það sem ég kom inn á, að ríkissjóður, hann á ekki allt á Íslandi, en þjóðin, eins og Brim til dæmis, þjóðin á Brim í dag, ekki Reykjavíkurborg og ekki ríkissjóður. Og þetta vandamáli við alla ekki alla, marga svona menn sem vilja vera með þjóðnýtingar, að þeir helda það að sé best að allt sé rekið af ríkissjóði. Þið að keppa við ríkisútvarpið og ef við varum að keppa við ríkisútgerðir, að ríkið á ekki að reka allt í samfélaginu. En Daði Már telur að ríkið eiga allt á Íslandi, þá okkur öllum borgið. Já, annarkvort eiga allt eða þá hagnast vel af öllu. Eða ekki sjá, má ekki sjá einhver ákom einhver staðar og þá tilheyrir það ríkissjóði þjóðinni sem að þau kalla ríkissjóð sko. Já, en við þurfum að leiðrétta þetta. Besta dæmi líka sumar var það, síðastli sumar, þegar Daði Már selur Íslandsbanka. Þá á ríkissjóður átti hlutabréf Íslandsbanka. Hann vildi selja þetta ódýrt að hans mati og þá gaf hann þjóðinni, einstaklingum á Íslandi, forkaupsrétt. Svo keypti þjóðinni þetta allt, peningur á ríkiskassan, þá kom engin peningur til þeirra í þjóðinni sem átti ekki, sem hvorki keypti að seldu. Peningur á allir ríkissjóð. Og þetta, ég ætla að klára aðeins svona, fyrir ekki, að því mér finnst þið hægri menn hérna sem hafa verið með þessa þætti, mér finnst þið ekki oft nú grimmir í þessu. Ríkissjóður og þjóðin, það ekki það sama. Það ekki sami hlutur og bara eins og Daði Már orðaði það skiptir ekki máli á hvaða verðið seldum hann að banka, þetta var þjóðin að kaupa þjóðinni. Það ekki rétt. Það var ekki þannig. Nei. Þetta voru almennir landsmenn að kaupa af ríkissjóði sem þetta bara ein rekstrareiningin í landinu og svo lang stærsta. Og spurðu Feneyjanefndina að þessari spurningu. Hún mun taka undir með þér. Já, það svoleiðis? Ég á Feneyjanefndin bara á sama máli? Hún sama mál og við, að ríkissjóður eitt og þjóðin annað. Og svo, einhvern veginn, svo erum við alltaf í þessari vinstri hægri umræðu sko eitthvað engarekstur, ríkisrekstur, bla bla bla, bara svona í gegnum tíðina, gegnum áratugina og aldirnar, hver betri því að ráðstafa fjármagni? Hugsum þetta þannig að við séum að ráðstafa fjármagni. Er ríkissjóður og ríkið, eru þeir betri í því að ráðstafa fjármagni heldur en einstaklingar? Ég held að svarið við því sé mjög augljóst. Þannig að á endanum snýst öll efnaðarstarfsemi það að veita einhvers konar þjónustu. Á endanum snýst þetta að veita þjónustu. Ekki satt. Þetta með að uppfylla einhver eftirspöld einhvers staðar á endanum. Og ríkið betra í því að veita þjónustu heldur en einkaaðilar? Mér sýnist ekki. Þið getur sveitafélög, nú kosningar til sveitarstjórna núna. Flest sveitafélög á hausnum, flest. Og Reykjavíkurborg á hausnum og Reykjavíkurborg á orkuveitu fyrirtæki þar sem alltaf að hækka gjöldin með öllum hinnum. Þannig að ég myndi segja núna að fyrir ungt fólk á Íslandi þá þurfa þau aðeins að fara að hugsa ætlu að láta ríki sjá okkur bara frá vöggu til grafar
eða ættum við að gera eitthvað sjálf Það er bara mjög valið spurning. Já. Það ríki verður alltaf stærra og umsöða meira. Já, núna ef þið fá okkur að frambjóðandir hérna til borgarstjórnarkosninga þá var einhver áratugum síðan að þá komu borgarstjórnarfullur og lofu öllu ungu fólki við skulum sjá öll litlu börnin við skulum byggja frábæra leikskóla og erum með frábært starfsfólk hver er staðan í dag? Það var alltaf á mörgum leikskóla er mikill mannekla að því að það er ekki hátt vel borgað og það er ekki tölu íslenska hjá öllum starfsmenn og öllum leikskólum í Reykjavík húsnæði Og börnin komast bara ekki að. já, og hvernig dettur mönnum í hug að kaupa eitthvað gamalt hús svo setja bara grænt torf á þaki og þá er þetta grænt leikskóli Brákaborg. já, ég skil ekki akkur þetta er dæmi, einstaklingur hefði aldrei gert þetta Nei. með sína peninga Sko kostnaðverðið á fermetri á þessum leikskóla, ég reiknaði þetta nú bara um daginn, 1350.000 fermetrin. já, einstaklingur og ef Brím hefði gert þetta þá fyrsta sem stjórn hún hefur rekið forstjóran á nóinu og ef stjórnin hefur ekki rekið forstjóran þá er hluthafðar heimta fund og láti stjórnin að fjúka Ráðstöfum fjármagns, já, það er punkturinn það ekki. Jú. Hérna, En þetta koncept með að þjóðina í fiskinu sjónum, þetta var nú heldur betur til umræðu í fyrra í kringu veiðigjöldin og er bara reglulega til umræðu þegar rættur sjávarútveg. já, ég hef aldrei fengið mína vini í hægri menn sko, sem eru sjávarútvegi til að taka undir þetta með mér það er búið sjávarútvegurinn eftir 1990 þegar kvótin kom þá eins og við þorðum ekki að taka til máls í þjóðfélaginu sjávarútvegurinn, hann var svo hræddur og eins og í Reykjavík það eiginlega seldu sig allir út og mörgum stöðum á landinu að því þú fækst hérna eins og þeir eru reyna að nota hérna ólígarkar kannski er ólígarkar bara frábært orð að því að Björk er kannski okkar ólígarki í listaheiminum og nú kemur Laufey og ef hún er þá nýji ólígarkin ef við ekki bjóða hana velkomna til Íslands og fjárfesta hér og hún er bara velkomin hjá okkur þó hún sé ólígarki í tónlistaheiminum svo eignumstu kannski eitthvað til hana fótbolta stúlku eða dreng sem verður það ólígarki í fótboltan er Messi það ólígarki og Ronaldo eru þau þá ekki velkomin til Íslands við hefum ekki láta kú okkur með okkur svona orðskrýpum út allt Já, og bara reyna að byggja umræðan á þeim grunni að þetta sé allt einhverjum öðrum að kenna og hann skuldið eitthvað sko. Þetta virkar ekki þannig. Nei. Og til að klára spurningina, þess vegna hef ég ekki verið sammála mínum mönnum í sjávarútvegi í 30 ár, að við eigum ekkert að skammast okkur þó að gangi vel í sjávarútvegi. Bara ekki neitt. Ég skal bara taka undir það. Og þið sáu þetta í Barcelona Já. en við erum ekki stæstir Við erum að vera stolt af þessu. Nei. en við erum með góða sjávarútveg og baku það er alveg gríðalega hópur af góðu fólki líka í íslenskri stjórnsýslu við höfum aldrei náð þessum sjávarútveg svona vel eða hefði ekki verið skrifuð góð og vönduð lög og við vorum með mjög góða fiskistofu við vorum með Hafrannsóknastofnun þó að mín persónuskoðun hefur svo að Fiskistofa og Hafró hefur farið niður á síðustu 20 árum að því ríkissjóður tók þetta allt að sér. Ef við höfum farið meira inn í Hafró strax og Fiskistofu þá væri þessar stofnarnir miklu sterkar í dag. Hvað áttu við með við þegar það fer inn í? Sjávarútveginn. Átt bara aðeins inn í stofnunum? Já. Bara meiri samvinna með þessum stofnunum eða ekki? Jú, að því að ríkissjóður þau geta ekki verið eitthvað heilag frekar en annað. Það er svo nú er allt í búin að búa til eitthvað múr að ef ég kemum það var eitt belliska tíðindi með forstjóra Hafró ef forstjóra Hafró kemur á íslensku atvinnulífi er það spilling segjum núna ef þið tveir væri ráðnir núna til að reka ríkisútvarpið er það þá spilling? Það var frábær ástöfun en nei, það var ekki spilling. Nei, það er yfirleitt sko, já, menn þurfa helst ekki að hafa átt neina tengingu við geiran til þess að vera algjörlega fullkomnar í þetta eins og ríki horfur á þetta. Það er bara þannig. Já. Eins og í Nóri er að tala í mönnum til tekna ef þeir hafi verið í sjávarútvegi og fara svo í sjálfsmálun fyrir stjórnsýsluna. Nákvæmlega. Sem er alltaf bara fullkomlega rökrétt en eins og hérna þá allt í já, hann var nú þarna. Og nákvæmlega, ef ég fer sem ungum maður í stjórnsýsluna og stend mig vel þar, þá getur verið að ég verið eftirsóttur starfskraftur
út á almenna vinnumarkaðanum að því ég er búin að læra vinnubröðu stjórnsýslunni og ríkið á að vera sterkt en ekki stórt. Við erum alltaf að stækka ríki á Íslandi en við erum að veikja það innanfrá. Að því líka ef ég er hjá ríkinu þá hef ég ekki tækifæri til að reka mína stofnun almennilega að því ég má ekki taka á neinu starfsmálamálum. Hvernig ég reka 2, 3, 4, 500 manna vinnustað ef ég má ekki taka á starfsmálamálum. Og þetta með sko, þetta sem þú lýsir núna að við erum búin að búa okkur til kerfi þar sem að þeir sem eru svona þeir sem eru í bestum færum að koma sér inn á Alþingi er yfirleitt starfsmenn hjá þeir opinbera eða stofnunum. Að því að þau geta fengið leyfi frá vinnunum sinni í alltaf 4 ár, geta sittið á þingi og að þeir ná ekki aftur og geta fengið vinnunum sinni aftur. Meðan að fólk sem að starfar í einkageranum þarf að taka smá séns sko. Það þarf að leggja sig undir sko. Og meðan þetta er svona þá náttúrulega augljóst hvernig þetta endar. Þess að ríkið á að vera sterkt en ekki stórt. Það er frábær setning. Það er ekki að svipum nótum og Friðrik Sófusson skrifaði á servettuna árið að ríkið ætti að vera lítið, gera sem minnst en gera það vel. Gera sem minnst en gera það vel. Þess vegna eiga lög að vera einföld og skýr. Og það er kannski að sem ég sagði nú við kommissarann hérna á föstudaginn fyrir viku að koma aðeins umræðan Evrópusambandið að lögin og reglugerðina sem að komið í sjávarútvegsmálunum í kringu sjávarútveginn þau eru svo flókin, óskýr, skrítin orð sem eru notuð í lögunum að maður skilur ekki hvernig maður á að vinna. Þetta er bara að þið eru hérna með fótboltan hérna að þegar þjálfarinn er í fótboltanum hann þarf að hafa skilabóðum skýr þannig að liðsmenn skilji hvernig á að spila fótbolta. Og þess eru við með rangstöðu þar og línuverði og dómara að því að það eru verið skýrar leikreglur. Og það þessi Daði hefði mátt segja hérna við hana danska blaðamann leikreglurnar eru mjög skýrar á Íslandi en það er ekki allir Íslendingar sammála hvernig við ákváðum leikreglurnar. Nei. Og ég verið það alveg en þegar ákveðin að keyra hægra megin staðar vinstra megin það var að taka ákvörðuna og þegar búið að taka ákvörðuna þá keyrum við hægra megin sama, það var tekin ákvörðun hérna 83. desember að veiðirétturinn færi á fisk í skip síðan búið að keyra það í 40 ár er árangurinn slæmur? Nei, hann er bara mjög góður og við erum með eitt besta sjávarútveg í heimi við borgum mikla skatta, við erum með einu hæstu laun það er eiginlega enginn sem borgar veiðugjöld nema við sjóslis ég finn aðeins inn að henni bókinu eftir það er eiginlega enginn sjóslis hjá okkur 7.9.13 sem betur verð þannig að akkur ættu við að skammast okkur fyrir þetta svo kemur ykkur jeppar út í heimi að vera að tala niður til okkar ykkur hérna kýpverjar úr landbúnaði ég var líka að hugsa bellisku hann er greinina en kýpverjum var nú ekki að tala niður til okkar nei, en þetta er bara það sem við glímum við hérna núna það er ykkur 24 ára strákur í Danmörku að tala niður til allra þjóðarinnar og þetta sé allt ömurlegt og vitlaust en hérna Já, eins og ég segi, er alltaf fóðraður hann féll í kunnan pitt. Já, er fóðraður af aðgerðarsinnum hér á Íslandi. Sko, ef við halda áfram annað. Ekki skála. Hvernig finnst þér þetta, Guðmundur? Mér er bara alveg ljómandi gott. Svona sjáar bara það. Já, það eru 2018. Svona gott. Góð ár. Já, heldur betur. Strákar, ef við að kveikja á grillina þess. Við vinnum okkar í Evertúr. Já, yfirdúrarnir, þetta eru... Ertu dúrur að grilla? Ekki mjög. Ekki? Ertu bara að sjóða? Nei, ég býður sjóin, það er ykkar svo grilli á mig, þetta er úti. Herru, þau rikka ekki þessi grill, yfirdúr. Já, þá, það er í hámursóleis. Já, þú voru að fá það svoleiðis. Þetta eru áli, sko. Þeir sem að kaupa sér yfirdúrgrill til 4. maí, að þeir fá samhliða því 20 svona gjafabréf í kjötkompaníinu og hvað góðu við erum þar. Gott samstarf þarna milli. Það er að kaupa yfirdúr í Mástu þetta að stunda það, bara fara út í kjötkompani og kaupa grill og kjöt. Ég geri öll mínu heimilis innkaup í kjötkompani, sko. Já. Bara ekki í hvað þætti var það Parks and Recreation, sem búinn Meat and Stuff. Meat and Stuff, kjöt og hamar. Kjöt og hamar og kannski smá raspanaslæði. Já, kannski hugmynd fyrir Jónarinn í kjötkompaninu. Herðu, hrósvikunar með Evertúr. Þið veitir þegar maður kemur saman yfir grillinu og maður er að spjalla. Og stundur að mér hitamál við erum bara að vera aðeins að því í dag en svo stundur taka maður léttara hjal og fara hrósengunum
Þannig að ég baði okkur að finna hrós vikunar. Má ég koma eitt reyndar undan? Já. Svo ég fái að missunda aðstöðu mína þess. Ég ætla að hrósa, að því vorum að tala hérna þessa grein hérna í berlinska, ég ætla að hrósa Hannes Holmstedi, hann var fljótur til að svara. Fljótur til að svara berlinska. Svargrein á dönsku, bara í gær. Hann var það. Fimmtudag. Hann var það. Og mitt hrós í ár fer til hérna... Í ár, í vikunni. Í vikunni fyrir ekki. Það er ekki síðasta hrós ásins. Nei, að því ég var að hugsa sjávarútvegsráðstefnuna í ár. Mikið af skemmtilegum básum og mikið af fólki stuði, en sko mitt hrós fer til Freyrs Friðrikssonar í kapp. Já. Sá maður algjörlega hélt upp í stemmingur hann. Að öðrum ólöstuðum. Já, öðrum ólöstuðum. Freyr Friðriksson, þetta er nú einhver allra mesti stuðpinnin sem að maður hefur hitt í gegnum dagana, en á sama tíma var hann að loka dílum, sko. Já. Þannig að ég ætla að hrósa honum fyrir stórleik í Barcelona þessa vikuna. Hann er vel að því komin. Já. Guðmundur, þetta er eitthvað hrós. Já, þarf að vera persóna en má að vera svona ákveðin hlutu. Það þú bara ræður því. Já, alveg frá sig. já, af því að ég var úti og ég vil ekki vera hrósa neinum hann úti, en það sem ég var svona fylgdist spenntastum með og var svolítið ánægði með Ísland, var það núna, það er þessi úrslitakeppni í handbolta og körfubolta. Já. Og körfuboltinn tók eiginlega allt í þessari viku að því báðu leikinir unnust með einu stigi. Og mér finnst þetta svo skemmtilegt þessi leikir. Og svo vonast ég að handboltinn ná að mattsa hjá körfuboltanum, þannig að körfuboltastrákarnir fá hrósi vikunar frá mér. Já. Þetta er gott hrós. Þetta er eiginlega besta sjónvarsport sem Ísland býður upp á akkurat núna. Það er bara hannig. Hvað er körfuboltinn? Úrslitakeppni í körfunni. Já, þetta er alltaf spennandi. Alltaf spennandi. Svo byrjar Ríman hjá Val og HF í næstu viku. Já, hún byrjar í kvöld. Kvöldi á fyrir ekki? Já, ég er spenntur yfir því líka. Já. Þannig en mér finnst þetta svo gaman og þetta gefur svona kraft inn í þjóðina. Öllin er alltaf full og þetta er út á landi og í Reykjavík og þetta er bara hið besta mál. Og mikið góð hvíld frá pólitíkinni. Já, ekki? Jú. Ætlar að fara hvað byrjar á Hlíðarenda? Já, Nei, já. Ég ætla að fara í kvöld. Já. Og alveg eru deildamest. Ertu með það? Ertu búin að græja það? Nei, ég lítur þetta miði. Ég hugsa að fá ég miða. Já. Ég ætla að vona. Þá kaum ég bara leið og þátturinn búinn. Hvernig er stuðullin á leikinn, strákar? Búlis. Er ekki Maður sjá Valur. Já, er þetta að sjá það hér? Það var grinda ekki. Þú heldur vantalega Þetta er Valur FH. Já, Valur ég held með Val. Ég ætla að þessum knattspyrnu, ég ætla að tala um. Nei, handbolta. Nei, Við handbolta. erum að tala um alveg íþróttir, Þórður. Já, FH er herri. Það var hugsa Já, körfubolta. það er lægri stuðull á Val, þannig að veðbókar er ekki ráð fyrir heimasýri Vals í kvöld. Já, það virkar þannig. Já, þannig virkar. Já, því hærri stuðull í Já. Ég hef aldrei, ég myndi ekki þóra að fara að veðja þessu. Við þurfum að koma gumma inn í það inn í veðmál, er það ekki? Byrja á því. Herðu, sko, að því við tala um grillið, sko, gestir þjóðmála fá alltaf gjafir. Ég er ekki að kveðja þig, sko, þó ég sé að gefa ekki upp, bara tökum það fram. Hérna er þessi grillsvunda. Þannig að þú verður að fara að kveikja grillin aftur, fá þér yfirdúrgrill og þykja þessa grillsvundu þetta frá okkur. Já, þakka þér fyrir. Viltu lesa hvað stendur á henni? Þínir skattar okkar tekjur ríkis starfsmæðurinn. Já. Þetta eru svundundar sem við lögum búa til, sem að vinna okkar í IT House of Brands byggur til fyrir okkur. Sko, þetta er með góðri leðuról sem endist Vasa áratugum saman. Svo eftir nokkur ár, þá segir ríkisstarfsmæðurinn, ég fer vel með þessar tekjur sem ég fæ. Já, og hlær. Nei, með fullri virðingu. Þannig að hann fer vel með þær. Það er mín von. Herru, svo er þessi hitakanna hérna sem þú tekur líka með þér. Ertu ekki ofta að keyra vestur á Snæfellsnes? Jú. Þannig að þú voru að vera með kaffi í hérna góður svona könnu. Já, þakka. Tekur þetta með þér. Ég tekur enda stundum fjallagræs að segja með mér heitt, þannig að þá get ég tekið. Þú mátt setja hvað sem er í þetta. Okay. Þannig að þetta er eitthvað sem að vinna okkur IT House of Brands byggur til fyrir okkur og er þetta að kaupa inn á heimasíðu þjóðmála. Þjóðmál.is, hvar er líka hægt að ganga í þjóðmálastofuna og vera hluti af þessu skemmtilega slæmfélagi með okkur. Við förum nú að skipuleggja alls konar viðburði í sumar og meira framundan. Svo verða sér dílar fyrir þjóðmálastofu gesti í sumar. Afslættir, elskum afslátt, sko. Elskum afslátt. Já, þakka fyrir. Þannig að kíkja inn á þjóðmál.is, skráðu ykkur þjóðmálastofuna og versliði sumar vörurnar í netverslunum okkar. Þannig að marga meira hrós, strákar, voru ekki bara konum við það? Jú, rosalega komið. Já, það var klárt. Þá ætla ég að fara í smá, sko, við eigum að vera jákvæðir.
hægri menn eru jákvæðir og bjartsýnir. Við erum það. Það er leiðilegt að vera svartsýnn. Já. Það verður maður bara eins og þessi danski blaðamaður og fleiri vinnir hans. Má að skrifa inn í þetta með bjartsýnna því að ég fór eins inn í rópjóka nokkuð námski hjá Guðna hérna í rópjóka. Rópjóka? Já. Eru til myndir af því eða? Já. Okay. Og það er mjög skemmtilegt svona jóka og hann sagði alltaf, það vex á dafnar sem þú veitir athygli, þannig ef þið veitir athygli sem jákvæðina, þá mun það vaxa á dafnar. Já, það er bara hárrétt. Viðhorf til lífsins. Já. Skiptir öllu. Já. Á þeim nótum, þá sáum við núna í vikunni að það var ný greining í Hagsjá Landsbankans það sem er bara vísbendingar kólnandi hagkerfi fyrirsögnin á þeirri greiningu. Og Landsbankamenn voru núti þannig á sjálfsýningunni Var það? eins og Jú, Linda bankastjóri og Íslandsbanki líka en allavega þá sjáum við það að korta velta hefur dregið saman hér á landi og það eru svona augljósar vísbendingar á það að hagkerfið sé að kólna. Ég ætla ekki að fara djúpt í þessa greiningu en svona langar bara eins taka stöðun á því með þér Guðmundur og Þórður hvernig við erum að meta stöðun í hagkerfinu, með þessa vextu og þessa verðbólgu og allt þetta, hagkerfið er ekki að kólna hratt og Seðlabanki vill að kólni, en fólk er að taka í bremsuna, það er nú held ég að sé einhver leiti, fólk er að fara aðeins minna til útlanda, það er svona, það er að koma sumar, við ættum að sjá hvernig kannski velta verður í sumar, hvort að fólk látið verða því að fara út, eða hvort að fólk sé að smíða pallin heimi á sér, eða fara í framkvæmdir sem að kannski þarf að fara í, eða fresta þeim og svo framvegis. Sko ég hef nú aldrei skilið það að fara til útlanda yfir hásumar á Íslandi sko. Þannig að ég gerir nú lítið það er að því að þú er spila golf í 10 daga. Já, ég ætla að spila golf þessa 4 mánuði sem það er hægt hér á landi en bara sko við erum með kortaveltuna og vaskskilin og allt það en svo við sjáum líka bara fasteignamarkaðinn hann er alveg algjörlega stopp sko og vonandi stendur þetta ekki á lengi við erum að óttast að svo verði að því að vextirnir vantarlega eru bara að fara að hækka meira sko. Já það? Er ekki vast ákveðum hvað? 20. maí eitthvað kringu það? Jú, það styttist í hana og þú veist, ef þú skoðar þennan 3 mánuða og 6 mánuða takt á Hagstofunni þá er það nú sísta dragur þar og svo erum við með olíuhækkunina og það verða frekari hráir hækkanir úti þannig að maður svona grunar að það vexti munu ekki lækka á þessu ári sko. Ég held að ég er nánast tilbúin að veðja upp á það. Hvað segir forstjóri Brims og stjórnarmaðurinn í SA? Já, ég ætla að spyrja eftir hvort að kjarasamningar munu standa að halda í haust. Já, ég vil meina að ríkisstjórnin hafi gert mistök í fyrra með því að hjóla í atvinnulífi á Íslandi. Að því atvinnulífið er sko atvinnurekendur og verkalýðsfélög og atvinnulífið er aflvél samfélagsins og ef þú ferð að veikja aflvélina þá koma minni tekjur inn í samfélagið og alla ríkisstjórnir sem fara í stríð við atvinnulífið það eru aldrei verið langlífar neða farsælar og ég held að þessi ríkisstjórn ætlaði sér að vinna með atvinnulífinu og það er ekki bara SA, það er líka samtök atvinnulífs og ASI en með því að fara í þessar gríðalegu skattahækkanir á alla og reyna að taka allan hagnaðinn inn í ríkissjóð þá gerist þetta og núna ég reyndar vild að Seðlabankinn lækkaði vextina út af því að ég er búin að sjá þetta í 40 ár að Seðlabankinn er alltaf fikkt í gengi krónunar krónan er of sterk skráð núna en hún hefur nokkuð stöðu síðustu ár. Já, sko, það sem er að gerast núna er að við erum sennilega að byggja upp stafla jöklabrifum þar sem erlendir aðilar er að kaupa þessu íslensku hávaxtabrif og við veitum öll hver afleiðingin varða því að því að íslenska krónan er bara eitt sterkasti gjaldmiðl í heiminum í dag og þau eru búin að rugla alla á Íslandi með því að vera alltaf að tala um skattahækkanir og hafa ekki gert það sem þau ætlu að gera. Í kosningabaráttunni sagði Kristrún alveg skýrt að hún ætla ekki að fara í sjávarútveginn. ESB var ekki vandamálið. Hún var ekkert stressið við því hvort við værum að sækja núna eða ekki.
Inga Sæland var alveg skýr og náttúrulega ekki að fara í ESP og Þorgerður Viðreisn sagði alveg skýrt að þau ætlu ekki hækka skatta á atvinnulífi en þau vildu að við færum og sættum ESB og þau eru eiginlega búin að brjóta alltaf þessu þannig að það eru alla líkur að því að á næsta hlutafundi sem ríkissjóður alltaf með hlutafund á 4 ára fresti þegar kosningar eru að ég trúi ekki að kjósendur en með þróunina þá er þetta alveg rétt sem Þórir að lýsa að við erum á leiðinni í erfiðleika því miður. Hvað því það fyrir kjarasamninga í haust? Þú verður að spyrja Vilhjálm og Sólveig og þau að því en það gengur ekki upp að stæsti atvinnurekandinn á Íslandi sem er yfir 32.000 manns í vinnu skils með ríkissjóður spili bara stikk frí geti hækka laun, geti stytt vinnuvikuna, geti að ruggla allt skipula hjá vaktafólki og ríkissjóður hann ræður ekki við reksturinn sem hann er með í dag og við hinn sem hefum að standa undir ríkissjóði einn daginn fær fólk nóg af allar þessu skattpinningu það er búið að gerast allan heim en með ríkissjóði getur fengið lán núna á þessum hávöxtum útlendingarnir að gamla þannig að það er alla líkur að því að það verði harður samdráttur framöndan ef það er ekki gripið inni og það verður að gera það með atvinnulífinu stjórnvöld hafa enga burði til að gera þetta alein þetta séru fjöldi starfandi eftir atvinnugreinum í febrúar séru opinber stjórnsýsla langmesta fjölgunin sem sagt hjá hinn opinbera og þarna er ekki einu sinni sveitafélögin inni sko. Jó, vantarlega fræðslutar sem ekki kennarar inn í þessu skóla. Ég er ekki vissu það því að ég var nú á Hagstofunum daginn og var búin að reikna það út að þú tekur opinbera, þetta er sveitarfélögin og ríkissjóður. Já, en þá eru þau samt meira en helmingur af vinnumarkanum ekki, af starfandi. Jú, en það sér þetta eru 72 að því ríkissjóður, ég sá að hann var greitt heldur 32.000 manns launi fyrra. Þannig að og þetta mun aldrei ganga upp að meira helmingur að íbúanum sé að fylgjast með hinum íbúanum. Já, og þá er þessi meira en helmingur sem er þá, það er hinn minni helmingur sem þá greiðir launið þeirra. Sko. Já, en þannig munum við tapa lýðræðin út af því að þegar allir eru komnir eins og sagt í gamla daga á jötun en gerðsafi, ég er ekki að segja að ríkisstarfsmenn sé að vinna, þeir eru að vinna sem betur fer, en það er skipulagið. Hinn venjulega ríkisstarfsmaður, hann er ekki vandamáli. Það er yfirleitt alltaf duglegt og gott fólk, þetta eru vinur okkar og með okkur. Skipulagið á ríkinu, það er vandamáli. Já, miðstýring. Já, miðstýring virkar ekki. Það er bara alltaf að stækka, sko. Það er líka vandamáli. Já, en þeir voru sniðugir að þeir ákveða að láta bara alla stjórnmálaflokkana vera ríkisstofnun. Það var aldrei hugmyndafræði með stjórnmálaflokk. Það var bara ríkisjötunni. Já, og svo eru til alls konar litla ríkisstofnanir í kjölfar þeirra laga, hérna eins og samstöðun og allt þetta, sko. Já, þið sjá bara að þið eru að horfa á þetta, mér skilst þarna samkeppniseftirlitið sem mér finnst getur verið mjög gagnleg stofnun, en hún er algjörlega galin hvernig hún er rekin í dag. Að nú vilja þau fá þessu, mér skilst það samkeppniseftirlitið í nýju lögunum, ef þið langar til að hlera fólk eða fjölskyldur að guðma vita hvað, þá þurfa ekki dómsúrskurð. Nei, og heldur ekki fyrir húsleitir. Nei, þetta er bara eins og Stasi og Gestapo. Og þetta sé hægri flokkur sem er að leggja þetta til. Ég hef áhyggjur af því. Þú ert að gefa þeirra viðreissi hægri flokkur? Já, þú ert að gefa þeirra viðreissi hægri flokkur sem er fyrir löngu síðan orðið klárt að það er ekki tilfellið, sko. Það er ekki svoleiðis. Ég er svo einfaldur. Já, þetta er bara verður áhugavert að sjá hérna, hvernig er hljóðið í SA-mönnum? Þú veist, eru menn stressaði fyrir haustinu? Já, ekki bara fyrir haustinu, heldur sko. Á þess að þú tar ekki sér fyrir alla stjórnuna en bara... Nei, já, en þetta voru mikil vonbrigði, sko, hvernig ríkisstjórnin hefur farið í allar þessar skattahækkanir og áfram og ekki vinna með okkur hvernig við gerum ríkiskerfið skilvirkara.
hvernig við gerum bara Ísland betra en eins og bara þegar maður reka stórt fyrirtæki þá þýðir ekki bara öskra og skipa fyrir, þú er að fá fólki með þér til að taka skynsamlegar ákvarðanir og þú ert með vextjóra niðri og svona og ég segi stundum í gríni við þegar við erum að tala ríkisstofnanir að þegar maður var vextjóri í gamla daga, ég var nú vextjóri í vinslunni ofta að lesa bróðum minn af eða var engin fiskur þá sem ekki vinna fyrir vextjóran að þurfti að finna vinnu fyrir allt fólki að gera en ef það fullt af fiski þá er ekkert mál, þá fór allir sér starf og allir unnur hratt og vel og dagunum bara flög í gegn en ef þú komið svona flókna stofnanir og þú veist ekkert hvað að gera og svona, þá er leiðilegt í vinnunni þá er svo erfitt fyrir vextjóran að vera alltaf að finna fyrir störf en það skilst mér núna kulnun í starfi sem mest hjá ríkisstarfsmönnum eða hjá henni opinbera og það er að þetta er svo erfitt og óskýrt. Þetta er svo góðu punktur þetta er svo góðu punktur að þessi kulnunar faraldur opinbera starfsmanna sé út af því hafa ekki nú að gera. Já, þau fá ekki, sko, það sem ég vil meina. Óskýr verkefni. Við sjáum bara fjölmiðlanefnd var að leita starfsmannum daginn og í starfslýsingunni sem auglýst, það stendur basically að viðkomandi starfsmann þurfa að finna sér verkefni. Já, þetta er bara eins og Reykjavíkurborg. Ég meina, hvað eru margir að vinna? Það eru sannlega minnstakosti 1000 mann sem hafa ekki raskat að gera. Má ekki í gangstéttan þar? Skilurðu? Til dæmis. Já, en það sem við höfum ekki að fara í starfsmanni sjálfan, að þegar hann kemur að vinna hjá Reykjavíkurborg, þá vill hann vel að vilja allir starfsmenni, sem ég þekki öllum fyrirtækjum vinna vel, að vilja allir það en stundum fær maður ekki tækifæri að því fyrirtæki er bara ekki nógu gott ég vissi ekki að ferðlarnir var svona lélegir í þessi fyrirtæki ég er bara ungu maður og kem að inn Já, bara hárrétt Heyri strákar, næsti liður Hótel Akureyri, hafið verið þar? Margótt. Já, margótt. Þú ekki þar? Frábært hótel. Já. Þú bókar ekki á KEA, þú bókar á Hótel Akureyri, ekki sett? KEA og Hótel Akureyri ekki sama? Nei. Það fórst í verða, Klippum þetta út. Hótel Akureyri með svona næs lobby Sjá lobby þarna, púlborð og allur pakkin, sko, Hótel KEA er náttúrulega bara með eitthvað fúkalegt, sko. Já, nú þá er þetta jákvæmt. Hótel Akureyri er besta hóteli. Ég var að tala við Daniel, bara svona alveg algjört side note, ég var að tala við Daniel í morgun. Ok. Það var það slitna símtalið og það kom til ljós að hann var ekki með Samsung síma. Já, eða það var bara svona mikið að gera hjá honum. Nei, hann var með kaupfélag síma. Ok. En þetta var útúrdúr. Já. En kíkjum á Hótel Akureyri þegar við erum fyrir norðan, það er bara þeir sækja þig líka á flugvöllin. Þannig þegar þú flýgur norður, þá koma þeir og sækja þig bara. Já, besta Hótel Akureyri. Sjáðu lobbyið, hvað er flott. Og herbygginu auðvitað ekki síri. Þannig að þegar við sitjum á Hótel Akureyri og erum að láta fara vel um okkur og hvort sem við sitjum í þessu frábæra móttöku eða bara upp á herbyggi, þá annarkvæmt horfum við á bíómynd eða lesum góða bók. Þannig ég baði ykkur að koma með bók eða bíómynd sem vilja mæla með fyrir hlustendur. Ég skal byrja, þú veit með aðeins stærra prógram í kringum þetta heldur en ég, sko. Ég skal færa Ok. Sko, Þú myndir koma vel undirbúin. Það getur verið að ég hafi mælt sko, með þessari bók áður, en ég mæli þá með henni aftur núna því ég var að byrja að lesa hann aftur. Okay. Það er þessi frábæra bók eftir Óli Björn Kárason við okkar sem heitir Valdablokki riðlast, sem kemur út árið 1999. Það sem hann er að lýsa svona hræringum og flekaskilum í íslensku viðskiptalífi svona frá kannski svona 8. áratögnum. Það er svo margt sem gerist. Við förum yfir í verðtrygginguna 79, kvótakerfið fyrir að taka á sig myndarnum miðja 9. áratuginn, svo falla Sovjetríkin og svo fyrir Kína að stað, sko. Þannig að það er mikil hreyfing, sko, bara í svona business almennt og ég held að þetta sé algjör skildulesninga því að öll þessi fyrirtæki sem eru svona stóra á Íslandi í dag, þau eiga sér öll einhvern uppruna, skilur við, þetta kom þarna og þessi þarna voru að takast á þarna þetta og þessi er alveg, mögulega það í fílu 30 ára síðar en vonandi ekki og þetta er, ef þú vilt svona, þetta hjálpar að skilja viðskiptalífið í dag og Óli Björn náttúrulega svo góðu penni, sko, skýrir þetta allt saman mjög vel og stofnandi viðskiptablaðs á sínum tíma. Já, einmitt, og bókin kemur út, sko, 99 sem er svona skemmtileg punktstaða af því að það var búið að gera svo mikið síðustu 15 ára áður og svo 20 árin þar á eftir, sko. Þetta þetta
eigur skilningmanns á Getur þú speklað út í mann í þessum Já, eða þú fattar aðeins betur sko hreyfingarnar í dag með því að lesa þessa bóka því að öll þessi fyrirtæki eru sprottin upp úr einhverjum öðrum og þetta er bara saga sem er gott að þekkja held ég og mæl með þessara bók til þess Já Það er spennandi Já, ég hef ekki keypt hann á síðan tíma Já, ef ekki, skal ég lána þér ekkert mál Við getum bara fengið Óli til að áriðana fyrir þið Hann er nágranni minn Þannig hann labba breyfir En Guðmundur, þú komst vel undirbúin Já, Þú búin að vísa henni í þessa bók Þú búin að steyrast til að vísa henni þrissunum í þettunum held ég já Hún heitir sko á ensku The Cod, fiskurinn the fish that changed the world fiskurinn sem breytti heiminum ævisaga Þorsins eftir Mark Kurlansky og hann fer svo vel yfir sögu þorskveiðin svo hann gat grafið upp sko alveg hérna á miðöldum og áfram og eins og sagt hérna New York, þetta er eina 25 bestu bókum ársins og þetta er 1997 sem þetta er gefið út og þýtt hérna á Íslandi 1998 og ég bæði búin að lesa hana á ensku og íslensku og hérna og það sem er að hérna Mark Kurlansky hann var árabil á fiskibátum gerði síðan blaðamaður og skrifaði greinar Evrópu, Karabískafi, Suður-Ameríku Chicago Tribune og hann svona tekur þetta frá svo skemmtilegu sjónarhorni og hérna til dæmis kemur mynd af skjaldarmerki Íslands úr sálmabókinni sem brentu var á Hólum 1589 þar er mynd af flöttum þorski saltfiski Hvað sér það, 1589 Já og ég fættist upp alveg á Rifi og þar áttu mínir forfeður sko bardaga við englendinga á 14. öld sko þegar áttu að bannaði mig að viðskipti við englendinga Danirnir vildi ekki leyfa okkur eiga viðskipti við englendinga og enda með að þeir drápu hirðmann Danakonus á Rifi að Björnsteinn frægur steinn en hérna svo kom ég hérna Skonnortu Já, komdu með það hérna að því að ég er búin að læra að það er miklu betra að skýra út myndarænt sko, að því þetta er svona upp á kvótakerfisins sko, fyrsti maðurinn sem kemur með módel í settið og þó ekki supermódel en hérna módelaskipi Við vorum að koma með supermódel eða módelaskipi Já, og að sko Þú ætlaðir að koma með Helenu Kristjansen en komst með þess að hérna í staðinn Fyrir þá sem er að hlusta, við varum aðeins að lýsa þessu Já, þetta er Skonnorta og það var þannig að ég var að ferðast á Britanníuskaganum í Frakklandi upp á 1990 Hvaðan þetta ágæta vín hérna kemur Já. Þess að hafa þessu gaman að því Já. og Elín hérna okkar ágæta blaðakona hún skrifaði nú mikla sögum franska duggukalla og hérna á Íslandi það eru frakkar og baskar voru að veiða hérna á Skonnortum og þessi litlu bátar hérna þetta eru svo kallar dorjur sem ungir menn voru 1 eða 2 á og þeir reru þá út frá bátnum aðalskipinu og þetta hefur bara á skaki eða sem handfærum og þegar við erum að tala núna svo mikið hérna frjálsar krókaveðar eða strandveðar og þeir voru þá bara svona ekki með neina vélar eða neitt og það kann ekki spurning hvort að taka það upp núna aftur bara hætta en að því að þetta er eiginlega upphafið af kvótakerfinu eða fiskveiðistjórnarkerfinu að því að á 17., 18., 19. fram á 19. öld þá voru flestar þorskveiðar stundar á svona Skonnortum svo gerist það sem kemur svo vel fram í bókinni að þegar við finnum upp gufuvélina gufumótorinn og hérna og við förum að læra að trolla notum vélina og hann tekur svo vel fram í bókinni hérna söguna þorskin og hann segir upp áru flest þorskip það er að segja fleitur sem draga veiðarfæri eftir sér línuveðar þannig við breyttum línuveðunum í þorskip og hérna svo skemmtilegt hann segir en með tilkomu vélarafsins var það
sem ný englendingar kalla botdragara eða bottom dragger, algengsta form togara. Og það er þessi skip sem dregur net eða netapók eftir rétt fyrir ofan botnin en þetta var ekkert nýtt að því að Bretar og flæmingjar, þeir sá að svo mikið fjara í Bretlandi, þá báru þeir út sko svona, þeir settu út sko svona, köllu þetta bakka, það var að skrifa hérna, svona bakkatroll, þá lögðu þeir á fjörinni, svo þegar flætti að, þá notuðu þeir hestana til að draga trollið inn. Tóguðu trollið inn bara frá landi? Já, með hestunum. Frá landi? Já. Já, ok. Var þetta fyrsta bottorpan? Já. Og svo þegar Evrópubúar byrja á trollbátunum með vélina fyrr, en að því að við sem erum oft á línu á krókonum, við vorum oft svona miklu þeirrausar, svo við þekkjum hérna í Íslandi, sjá nú þessi krókakall alla, þegar maður var sjálfur svona krókakall á tímabili, hérna að í Gloucester í Bandaríkjunum sem er mesta hafnaborgin austurströndinni, frá 1880 til 1897 og 17 árum, þegar Bretar voru að þróa gufutórana fyrir Norðursjónum, druknuðu 1600 sjómenn bara frá Gloucester á Skonnortu. Að því að þetta var náttúrulega ekki eins góð sjóskip og minni og hérna en við náttúrulega gengum vel miðina því að það var erfitt að ofveiða. Þannig að ég spurði átt pappa hérna, pappi var skipstjóri gamla daga og átti lítinn bát þarna 1955 til 60-65. Akkur fekk ekki stóra báta og þá sagði pappi við áttum ekki til pening. Og Ísland raunverulega, þegar Evrópu og Ameríka er að nýta náttúru auðlindir, sem var olían í Ameríku og fiskimiðin, þeir voru miklu fyrr en við. Og þegar við förum eiginlega ekki að kaupa stórskip, þegar við fengum sko aðstoð erlendis frá, og svo núna, ef þið tækir Brim í dag, eftir að við erum komið með sko fiskveiðistjórnun, þá erum við konum með eigi fyrir fyrirtækið, þess vegna erum við góð skip í dag og það er eiginlega engin sjóslys á Íslandi í dag. Og hann fer svo vel yfir ævisögu Þórsins og akkur er svo mikilvægt að hafa fiskveiðistjórnun til þess að gera verðmæti úr auðlind. Já, og, mjög gott. Og einmitt og þess vegna, ég ætla ekki að gera þetta á pólitískt, þetta er hárrétt sko, en svo erum við með element núna inn í kerfið, þessar strandveiðar sem er eitthvað svona romantík. Já, það er hérna, sérðu. En þar erum við komin með dæmi það að þetta er afturför í öryggismálum, þessar strandveiðar. Nákvæmlega. Það er stóra vandamálið. En ef við takið sko sjóslýsin í fyrra, það er mest á strandveiðunum, en ef við setjum allt unga fólki á þessu, og það voru gríðarlega sjóslýs hérna á Íslandi, árum áður, eftir að kvótakerfi kemur og við stýrum veiðunum eins og núna, þið getið fylgst með þetta fyrsta, það er app núna, þið getið sér hvað flotinn er að veiða. Eins og við vetur, ef það var á miklum stormi, þá voru allir konið land löngu áður. Í gamla dag vissu við þetta ekki og akkurat við fara að róa einhverjum litlum bátum. En þessi bók, hún er alveg frábær og hún ætti að vera skildulest einhver alla sem ætla að tjá sem sjáur. Ef ekki lyftin einu svona í myndavélina þannig að fólk sjáu æfisögu Þórsins. Sést það? Þessi góð. Já. Þetta er mjög, já, ég er mjög impressed. Það er gott sem menn koma svona vel undirbúin. Já, þetta var alveg heima að vera hann hjá hann Gumma, sko. Má ég fjalla sjónatuna þó hún sé alveg afskaplega falleg? Já, og hver gerir þetta módel? Já, það var skemmtilega. Ég var að keyra á Britanniskaðanum, þá sá ég bara fyrir utan svona lítið hús að hann auglisti svona módel til sölu. Þannig ég fer inn og þá var hann bara með myndir og segir, já, hvernig módel viltu? Og ég vil fá skip sem var að veiða á Íslandsmiðum. Og bara allt klárt. Og þessi, nei, hann sýndi mér bara myndina og þá sagði hann skildi smíða svona módel fyrir mig, það tæki nokkra mánuði og ég er bara borga áður, þannig að ég borga hann bara í reiðufé, ég var ekki með einn kreditkort eða nei, þannig að ég borga hann bara allt módeli fyrirfram og svo fekk hann heimilsfangið, svo 6 mánuðir setna, þá kom þetta bara heim í pósti á Rif. Vel gert. Ok,
Og þetta, með svona grunnar að þetta sé svona eina af þínum uppáhalds kaupum eða ekki? Jú, og það er það sem ekki saga, þetta var bara tröst, ég haf aldrei hitt hennar mann, hvorki fyrir þess hérna, en þess vegna kannski er líka svona, hvað segja, svona, hvað köllu við þetta, sko, eldmóðurinn í sjávarútveginu, að því að við erum búin að færa svo mikla fórnir til að komast út úr fátækt, við viljum að okkar fólk lifi góðu líf á Íslandi, hafi heitt vatn og rennandi vatn og allt þetta og stundum finnst mér í dag að fólk sé búin að gleyma hvað forfeður okkar lögðu mikið á sig til þess að unga fólki í dag gæti átt gott líf. Eða fengi bara þetta sterka start sem þau eru með, sko. Já. Þannig að sjávarútvegurinn ef þeir vilja kalla okkur ólíkarka þá er það bara jákvæðu nótum. Já, út af því að það er birtingamynd á því hversu vel þetta hefur gengið. Já. Okay. Með miklu erfið og vinni. Já. Þetta var frábært, bara ég fagnar þessu. Ég fagnar því þegar menn koma vel undirbúin í þáttinn. Já. Þórður, þú tekur það tíðin. Já, maður er alltaf með allt niður sem ég hana. Þú er þetta kost með gott innleik. Ég er ekki líka á því. Já. Ég var endið á hraðarspurningum. Ég er ekkert búin að komast á Kringlukránu í vikunni, af því ég var út í Barcelona. En ég fór í dag og svona sópað upp hérna. Fórst á hérna gamla góðu stúfa, eða ekki? Jú, talaði við gesti Kringlukránunar og sagði þeim að hérna, Gummi Brím var að koma. Sko, ertu kallaður Gummi af öllum eða hvernig, þú veist, af því að þegar maður heyrir menn í sjávarútvegi vitandi, þá tala alltaf Gumma Brím, eða Gumma bara. Ég var alltaf að kalla Gummi Rifi í gamla daga. Já. Svo byrjaði þetta nú kannski bara fyrir 10 árum eitthvað svoleið, sko. Já. Og það kannski ég gleymdi að spyrja það kannski upp að þetta hvort að maður kallaði sko Gummi eða Guðmundur. Það bæði, skiptir ekki máli. Ertu aldrei kallaði Gundi eða? Ég var enda að kalla það í Ameríku þegar ég fór þangað í fótbolta. Sko, Gundi í Brimi, það er catchy, sko. Nei, það var nú bara að því að nafni minn Anna Guðmundur hafði verið í þeim skóla og hann var kallaður Gundi, hann var að spilaði fótbolta með Val, Guðmundur Kjartansson. Já. Og þá fannst Ameríkanar best að kalla mig bara Gundi. Gundi, það er þjált á ameríska tungu. Já, ég kannu bara, kona mín vill nú bara ég sé kallaði Guðmundur, sko. Já. Ég kannu vel bæði við Brím og Rif. Brím og Rif, Gundi í Rif. Ég hlýði konur fyrir að kalla það bara Gundi. Nei, þetta er bara svo, ég vil kalla það Þórður, er ég kannski ofta að kalla það Dotti eða? Sko, ég kallaði yfir Þórður, en sko vinur okkar, þú veist, Hörður og þeir kallaði alltaf Dotti. Já, móður mín kallaði hann á yfir Þórð, þannig að þú veist, þannig að ég tek ekki út úr því. Við skulum hlýða henni. Já, hún hefur ennþá áhyggjur af mér. Já, enda full ástæða til. Ég var með honum útlöndum og ég hef líka áhyggjur. Herðu, sko, ég fór á Kringlukrána í dag og hitti þar nokkra viðmælendur og sagði gesti þar og sagði að viðmælendur í dag væru Guðmundur í Brimi og Þórður Gunnarsson. Þórður, sko, með fullu virðingu, það kom ekki margar spurningar til þín. Nei, það er allt í lagi. Þannig að allar spurningar þar beinast að Guðmundur. Er ég ekki búin að fá allar spurningar sem að það var eitthvað sem spurði, sko, ef það kom eitthvað fleiri, þá var ég búin að gera eitthvað að mér eða ekki. Það var eitt sem spurði reyndar sko vastuðuna í Þórisvatni, en hún er í lagi. En við erum búin að fara yfir það svo oft áður. En sko, Guðmundur, þú tilbúin? Já. Þú þekkir formatið. Við hefum boðið gestum Kringlukránar að spurja viðmælendur. Já, ég er hlusta. Þannig að, númer 1, ef Guðmundur væri ekki sjávarútvegi, hvað væri þá að gera? Þá hefði ég endað sem knattspyrnumaður í Ameríku og væri að þjálfa lið núna og bara, eða bara svona með þeim eða kannski ekki bara þjálfa, því ég verði ekki bara svona eigandi með einhvern öðrum að liði í Bandaríkjunum. Þvílið svar. Býttu, hann væri eigandi Inter Miami ásamt David Beckham. Já, það var ekki verra. Það er í rauninni það sem hann var að segja. Hann fór aðeins í kringum þetta, en hann er að segja það. Það er verið að koma að sinna handboltan áðan, sko, en hver er verið Íslandsmeistara? Fram ætti að vera Íslandsmeistari, við vitum það, en hver er verið Íslandsmeistara? Valur eða FH? Ég held með Val. Já. Teindarsson er spilað þar. Já, svo hef ég bara kynst valsmennunum. Ég fekk að æfa með þeim eitt vetur. Já, Valur náttúrulega á smá ástæð fyrir okkur ég fór til Ameríku skóla eða Bandaríkjana. Því ég var að æfa þar fótbolta eitt vetur eftir ég hef búin að vera í Grindavík. Herði Hörður í Val, hvað heit hann? Hörður Hilmarsson? Herði Hilmarssoni. Og hann þjálfaði, og þá fór ég að æfa með Val vetur, og þá kom þessi Guðmundur Kjartansson, var að leita strákum til Bandaríkjana í háskóla og skólastig.
þannig fór ég til Ameríku í háskóla að spila fótbolta. Fórstu á skólastyrk að spila fótbolta? Já. Í háskóla, í hvað skóla fórstu? Það var í Rockford, Illinois. Já, ok. En svo var það upp í sveit, þannig að mér leist ekkert að ég spilaði bara 1 ár þar og flutti mig svo til Salem sem í Boston. Já. Og þar fann ég svo mikið útgjara svona dóti og kynntist sölumöstinni þar og sögunni. En sko fréttapunkturinn sá að stærsta eftirsjá Guðmundur Kristjánssonar að hafa ekki orðið atvinnumæður í fótbolta en að við tökum það út úr þessu ég hafði gaman að spila fótbolta. Ég veist ekki að þú var á skólastyrk í fótbolta, það áhugavert. Já, ég fekk að æfa hérna með Val, þetta voru fínir strákar. Já. Hvað hefur Guðmundur gert marga sérvettur samninga? Má eitt sem spyrja því. Það nokkuð margir. Hversu margir dílar hafa verið undirritaðar á sérvettum? Já, ekki beint undir, það hefur skrifar á sérvettu svo bara tekið hendina. Það margir. Það margir þannig? Já. Og er það góðir samningar? Já, alltaf. Er það samningsform sem að hendar þér sem sagt vel? Já, þegar ég var einn með mitt fyrirtæki, en það kannski virkar ekki í skráðufélagi. Nei. Þá þarf að fara í gegnum allar svona nefndir og hafa allt rétt sem er ágætt, því að það er svona, en ég segi alltaf, ef þú átt þinn eigin pening, þá ræður hvað að gera við hann. Það er svo þorskurinn á sig sjálfur í sjónum og ég á mig sjálfur. Þannig að þú ert duglegur í IKEA að kaupa servitur Stundum. Við erum alltaf hrifin að góða sérvettur Já. Þannig að já. Sko, sjávarútvegur eða ferðarþjónusta, hvor greinin áttu að vera burðarásin í gjaldeyristekjum þjóðarinnar? Sjávarútvegurinn. Já. Engin spurning. En ferðarþjónustan verður líka það fer eftir hvernig ferðarþjónustan mun nýta sko náttúru auðlindir á Íslandi. Að því að ég er svo gaman að mér veist Bláa lónið er svo frábært fyrirtæki og hvernig þau var nýtt náttúru auðlind en Bláa lónið ákvað að bora ekki eftir heita vatninu og heldur keypti svona Bláa lónið eiginlega svipað svo Keresis fór ekki að veiða en eitt Bláa lónið tekur hérna ákveði vatn sem hinir sá ekki noti í og gerir það frábæri afur og vöru og konsepti kringu það og ég held að 1 ári græddi Bláa lónið meira en allur sjávarútvegur og Suðurnesjum. Þannig að ég held að fari bara eftir hvort að, en til að okkur gangi vel, þá þarf lagarammin að vera skýring kringu sjávarútveginn og skýring kringu Bláa lónið. Ef Bláa lónið væri búin að vera núna í 40 ára að rífast sko hver á vatni sem við erum að nota, þá var engin kraftur í því. Nei, það er bara rétt. Einmitt, við erum að hætta að rífast sko, við erum hérna með þetta land og þetta fólk er það alls konar tækifæri og einhverjir eru sniðugir og gera hluti og svo þegar gengur vel þá eru þeir allt inni fattir að snuða næsta mann. Nei, sko, maður er bara séð, þú veist, það er eftir lengur umræði, við náðum ekki að klára það hér, sko, en bara maður er séð þetta kringum umræði kringum ferðarþjónustuna að svona, ég held ég geti hórt svona 15 ára aftur tímar, eða frá því kannski að ferðarþjónusta fór að vaksa kannski 2012 að stjórnmálamenn hafa í rauninni ekki ákveðið hvað þeir vilja gera við þessa grein nema að þeir eru búin að reyna að finna út í hvernig allir skattleikjana. Hvernig er þetta ná meiri og svo umræður er ekki bara þessi stað núna, hún er ofta átt sér stað. Nei. Og það er svolítið eins og með fiskeldið, menn hvað ætlum við séu búin að tapa eða fjárfesta miklum fjármagni í fiskeldi. Þannig að þeir sem hafa verið að byggja fiskeldi hér á landi hafa kannski varið í það núna, ég veit ekki, 200 milljörðum eða eitthvað svo. Þannig að menn eru bara búin að vera að tapa pening í þeim skilningi en samt vita stjórnvöld eiginlega ekkert hvað þau vilja gera nema það að þau vilja skattleggja þetta. Þetta frumvarp eins og það er núna ég vil ekki að setja fram með einfaldar hátt en þetta er svolítið svona. Þetta er ekki nóga gott og bara það bara menn þurfa að komast að niðurstöðum það viljum við að þetta verði atvinnugrein sem að skila peningum eða ekki af því akkurat núna mun hún ekki gera það af því að menn hætta bara skattarnir á háir. En þá ef við tökum ferðarþjónustuna og sjávarútveginn að stjórnmálamæðurinn hann áraðanlega bara gera skýr lög vanda lagasetningun eins og núna bara lagseldið það þarf að vanda þá lagasetningu líkum ferðarþjónustuna og sjávarútveginn svo á stjórnmálamæður ekkert að þurfa áhyggjur af greininni svo er bara fólki í landinu sem rekur þessar greinar faglega og skynsamlega og stjórnmálamæðurinn hann þarf ekki að vera alla daga ángra þetta fólk sem er að vinna í öllum þessum greinum stjórnmálamæðurinn og ríkissjóður á að lefa fólkinu landinu að vinna í friði og komið mikla skattekjur inn þá þau bara nýta þá skattpeninga mjög vel eins og stóð á sundinniðinni. Já, heldur betur. Hvort er mikilvægur fyrir íslenska skipstjóra, gamla góða fiskisagan eða gervigreinda hátækni?
Ég myndi segja að hátækni mun alltaf að taka yfir, en hann þarf alltaf að sína eigin innri tilfinningu. Ég hef ekki trú að því að gervigreindin taki algjörlega yfir, sko, rökrétt, skipstjórar að taka rökrétt með ísingu og veður og ölduhæð og hvað skip er hann með og hvað er búin að setja mikið afla í skipið og það er svo margir hlutir, en gervigreindin mun hjálpa honum. Þetta er Er fullt ekki að, byrjuð á því einhver hluti? Er ekki komin gögn sem að, þú veist, Jú. sko þetta er fullt að skipstjórum og sumir eru góður og aðrir ekki, en menn eru annarkvort fiskimenn eða ekki satt? Jú. Þeir hafa þetta bara í sig sumir Já. og þeir bara elska sjóin og þeir skynja sjóin. Þetta er bara svo góð fótboltaspila, hann skynja leikinn og alveg sér skipstjór, svo þetta með vélstjórum borð, hann bara skilur vélakramið. hver er erfiðast ákvörðun sem þú þurft að taka sem fórstjóri? Já, bara sem stjórnandi atvinnulífinu. Erfiðast það? Erfiðast það? Þarna slóða hann út á læginu. Ok, það var ekki búið undirbúið fyrir þetta. Nei. Því, þú veist, það eru bara svo fáar að, þú veist, hann þarf virkilega Nei, ég hef ekkert, sko, ég hef aldrei velt með erfiðar ákvörðun. Ekki erfiðari, mér finnst eiginlega allar ákvörðun sem tekið bara fínar. Þannig að en erfiðust ákvörðun ef ég þarf að segja upp starfsmanni sem búið að vera lengi hjá okkur, en ég tel að sé best fyrir hann að færa sig til, að því hann er kannski orðið fastur hjá okkur í einhverju, hann kemst ekki áfram, en hann svo kannski gleður hann eftir 1-2-3 ár þegar hann hitt hann aftur, þá var hann glaður að þá var hann búin að finna nýtt starf sem var miklu betra. Og þú búin að sjá það einhvern veginn fyrir að hann sé ekki að fara að þróast á frekar í sínu starfi. Já, maður sér stundum, hann er fastur hjá okkur, kemst ekki áfram, en þessi starfsmann er með fullt af hæfileikum, þetta er bara eins og fótboltaspilari, hann heldur sig góður í fótbolta, hann er alveg frábær í körfubolta, svo færist hann, er hann bara tekin út úr liðinu og verður fúll og fer þá í körfuboltan og brillar að þar. Fullt af svona sögum, en að taka þessi samtölu áttu rosa erfitt, það er erfitt. Já, ég trúi því. En það er nöðsilegt. Er einhver stór mistök sem að Guðmundur vil deila með okkur? Við gert á ferðinum. Mistök? Og þeir mistökur vantar að læra þeim og... Nei, það var ekki mistök. Það var samt erfið ákvörðun að því ég hef búin að æfa mig fram með Ásgeir Elíassyni þegar ég var í Vestlunarskólanum. Já. Og svo fór ég bara heim og fór svo að vinna og fór í Grindavík og spilaði þar og spilaði svo. Og þegar Hörður vildi fá mig í val að því að þá fannst mér ég vera orðin svolítið framari. Já. Erlega. En svo rektist vel út af valstölinni að því að ég þurfti aldrei að spila með vorið að því að ég var búin að fara til Bandaríkjanna. Já. Og þá var þjálfarinn sem var að hann var hálf fúll. Ok. Það er eitthvað. Ef þú mætti breyta einu íslensku hagkerfi, hverju myndir þú breyta? Svo þetta er opin spurning. Íslensku hagkerfi? Það var að gefa yfirmönnum sem vinna hjá ríkissjóði heimildi til þess að reka sína deildir eða fyrirtæki betur og hafa meira vald með sínu fólki. Ekki verið búin að njörfa á svona niður og þeir hafa ekkert vald til að bæta fyrirtæki sitt eða deildina sína eða starfsfólki sitt. Já. Sest, taka veltun úr ráðunetunum og færa ábyrgðina niður. Já, ég myndi færa í ríkiskerfinu aflið niður að ég á svo marga vini sem vinna á ríkinu og þetta er svo hæfileikaríkt fólk, en það kerfið þá færa það ekki að sína bestu andlit. Þetta getur verið í skólakerfinu, heilbrigðiskerfinu, vegakerfinu, þetta er út allt í ríkiskerfinu. Ég myndi færa aflið niður. Þannig að þegar kemur nýr ráðherra eins og bara vegamála, þá verður ekki var við það, sko. Einmitt. Góð hundur. Er það gott? Viljum við að ríkisfórstjórnin stjórni kerfinu? Ríkisfórstjórnin er eitthvað vont að fórstjóri Brim stýri Brim? Akkur byrja að taka, þetta er alveg góð spurning. Ég skal umvara spurninguna. Finnst þér ágætt að ráðherra geti ekki að treysta Páli Gunnari? Nei, það er kerfið. Ráðherran, hann sem er líklega mest í skaðvaldur í íslensku atvinnulífi. Ég held ég veit ekki hver punkturinn hjá þér er. Þú vilt búa til fyrirsjáanleika, þannig að það sé ekki alltaf nýr ráðherra öllu snúahaus, það þarf að búa til eitthvað prógram sem maður stendur yfir lengi, ekki sért. Það er ekki að menna það. Ef ég var í Páll Gunnar í dag og þú verður þá ráðherra, þá er kerfið þannig, ef ég stend mig ekki í starfinu hjá Samkeppniseftirlitinu, þá getur þú sem ráðherra tekið á því. En það verður að vera samkvæmt lögum sem Alþingi segði. En ef ég er með
fullt af starfsmenn hjá mér og verkefnum að þá vil ég endur skipuleggja það til þess að mín stofnun sé skilvirk og góð fyrir borgaran í landinu, ekki bara ríkissjóð. Að því stofnanir hjá ríkinu eiga ekki að vera að vinna fyrir fjármála ráðuneytið. Stofnanir er hvernig best fyrir okkur að því ríkisfyrirtæki er sameign okkar allra og ríkisfyrirtæki á að hugsa hvernig líður borgaran best. Og ef við tökum vegagerðin sem dæmi, okkur líður best með vegagerðina ef vegirnir eru fínir og það er ekkert vesen með þá. En að ráðherrar sé að gera vegaáætlun á 2 til 4 ára fresti, það er alltaf verið skipt ráðherra, 2 til 4 ára fresti, þannig að það er ekki að skipuleggja reyna vega fram til 10 ár fram í tíman. Það finnst mér ekki skynsamlegt. Já, ég næði þeim punkti. Já. En Páll Gunnar, það er ekkert mál að gera lög, þannig að ef Páll Gunnar verður í lagi, þá er allt í lagi. Ef hann er ekki í lagi, þá það líka að vera lög, þannig að setja tak á því. Já, það er svolítið stort ef. Já. Það er ekkert ef, þú veist, við tónlega, þetta er svona... Nei, menn, ég er að kveikja Við vitum alveg hvort Páll Gunnar er í lagi eða ekki, ég held að við sem alveg bara koma þegar hreint sko, en hérna... Ég lendi bara í þeim einu sinni, ég hætti í Brimi út af Páli Gunnar í samkvæmseftirlinu og máli var það að ég hættur að geta sofið að ég skildi ekki hvað ég átti að hafa gert rangt og allt í einu fæ ég bara bréf að þeir vilja fá fullt af gögnum frá mér og ég les þá bara lögin og var búin að lendi á hans áður og þá stendur bara alveg skýrt ef Brim er undir rannsókn þá ber mér að láta samkvæmsef öll gögn. Þannig ég spurði bara, er Brim undir rannsókn? Nei, þá þarf ég ekki að láta hann inn gögn. Og þá sögðu þeir bara nei og settu okkur 1 milljón sektir á dag og svo var tekið á svo réttu maðlum og þetta var allt dæmt dautt og ómerkt hjá honum. En þeir þurftu ekki að axla neina ábyrgð á þessu. Fenguðu gögnin tilbaka? Nei, við letum aldrei gögn. Nei. En þarna vil ég meina alþingismennirnir sé að klikka. Já. Þeir sem hafa gert þessu tryggi. Ég verð nú reyndar að taka þá eitt sjátátt á það. Það var nú eitt fyrirverandi alþingismaður sjálfstæðarflokksins sem að reyndi að taka á þessu með samkeppniseftirlitið. Eina stofnunin sem þarf ekki að lúta úrskurði aðra sett stjórnvald sem er úrskurðunefnd samkeppnismála. Það var Þórdís Kolbrún, hún reyndi það. Hún reyndi að fara af stað með þetta en Jóhann Páll og Samfylkingin tóku drilling og náðu að drepa það í þinginu. Já, en Þórdís og Viðreisn. Viðreisn á móti líka. Enda eru þau að móka pening í Páll Gunnar núna, sko. Já, en þá sér það líka að því í Brimi, ef ég ætla að gera eitthvað stórt í Brimi, þá þarf ég að fá stjórnarmennin til að samþykkja. Þórdís hefur þarna, þá hefur hún ekki fengið 32 alþingismenn eða fleiri til að taka á þessu. Nei, VG og Framsókn VG og Framsókn og Samfylkingin og Nei, það sem ég er að segja það voru alþingismennirnir sem vildi ekki standa með henni. Já, óháð flokkum, út að meina það. Löggjafa samkvæmdan var ekki til í þetta. Já, það sé að koma. Já, svo síðast sem reyndi þetta var Þórdís Kolbrún, sko. En þá er það raunlega alþingismenn Íslands, hvar sem er í flokki, þeir vilja ekki taka á þessu. Og það er áhyggefni. Það er ekki gott og ég er svo sem skrifa alls konar pinsla hér og þar þetta, þannig að þið báðir viti hvað mér finnst sko en vonandi kemur að þetta en að þessi stofnun sem sýst ekki neitt einhverja samkeppni hún verði trilluðaðins inn sko. Ég skal koma góða sögum að því þegar ég las þegar ég var ekki vinninni þá las ég allt samkeppniseftirliti þá var ein kona sem flutti ræð á Alþingi kringu 1992 þegar var að setja þessi lög og hún ég mann alltaf, hún sagði ég er að móti þessum lögum að þeir eru að færa ómikið óskilgreint vald til þessara stofnunar. Alþingis var að samþykja lög til að gefa embættismanni vald til að níðast á borgarana. 25 ára setna lenti ég í þessu óskilgreinda valdi þar sem ég upplýði að embættismann var að misnota sína stöðu á mér. Sem hann gerði. Og sem embættismenn þessara stofnunar er að gera fram á þennan dag svo það komið fram. Bara því miður. Það er bara þannig.
Það eru aðeins léttari spurningarna eftir Eftir þetta Það var ansið þungt í þessu. Nei, Okay. Hver helst áhugamálin þegar þú ert ekki þessum fiskveðar og rekstur? Helstu áhugamálin? Það var fyrir ekki að annars er spurning sko, hvað gerir í frístundum? Þetta er svona næstu í saman spurningin Ég fór svona í skólamál á tíðanbili að því að dæti mín að segja börnin, strákarna, ég ætti að finna áhugamál þá fór ég í þessi skólamál og stúderaði leikskóla og grunnskóla og framhaldsskólstig og fór þannig í stjórn tækniskólans og að því að ég vildi að strákar ætti mögulegja á betri menntun að það svo mikið ungi drengir þeir get ekki sitið á rassinum í 8 tíma inn í skóla svo var hann bara að gefa ykkur líf og annað þannig að ég var í stjórn kjallastefnunar og Magga Pála sagði að strákar eru að fara út að hlaupa 20-25 minnum fresti og í tækniskólanum þar eru strákar þeir eiga að fara í tækniskólan eða geta ekki sitið og lengi og vinna og læra ykkur inngrein og svo geta að fara upp í háskóla það veit ég, það var áhugamáli mitt en í dag er ég með áhugamál það er bara svona barnabörn eða bara hjóla og leika mér Ekkert að golfa eða veiða eða Nei, ekki ennþá Getur að koma að því? Það væri golf eða kona fyrir golf, ég nefn ekki verið Ég skal kenna þér golf, það er ekki. Já, Þórður býst þið þess Takk fyrir það Er þetta ekki bara að vera bara skemmtilega spilla á okkur í dag? Hvernig finnst þér þessi fyrsta innkomað inn í þjóðmál? Jú, þetta er fínt sko, ég er aðeins að róast núna ég er búin að sveittur allan tíman Já, það er ekki til umræði hér nema landsins-gagn og nöðsynir. Enda erum við bara hálnaðir, þannig að nú fyrir fyrstur hann rólu Erum við að taka smá pásu og taka svo aðra 2 tíma? Eins og ég sagði Mjög gott, takk fyrir Allir gestir fara hlaðinir í gjöfum Það var hérna þessi sunda og það var hittakannan og svo náttúrulega voru við vinnir okkar í köfunarþjónustunni þeir náttúrulega voru að gera, mættu með derhúð Já. 5 ára afmæli þjóðmála Og svo er líka hérna ég heimtaði hérna fleiri derhúður frá þetta er svona retro derhúður Þetta er mjög skemmtilegar Það ekki? Jú Hvort vildu græna eða bláa? Ég er með langaði að frekar í þessu bláu Já, það fyrir hana Takk fyrir Tekið grænu Erstu að hérna köfunarþjónusta þeir eru náttúrulega að þjónusta sjávarútvegsfyrirtækin Já Er hún ekki sægræn, hef ég ekki segja það þá? Jú Svo er eitt viðbótið ekki Jú, svo Ólafsson kynnið sem að Það er brensi þú tekur þetta meira skrifstofuna Já, takk fyrir Sko þetta er náttúrulega ekki auglýsing af því að ef þetta var auglýsing þá myndi ég segja að þetta fengist í ríkinu og fríöfninu og smáríkinu og fleiri stöðum sem það gerir alveg örugglega en við erum ekki að auglýsa þetta við erum bara hérna að bjarga helginu En ef að taka þetta við vinna þá kannski gefur mér næst Ólafsson ófengin Ég fekk í Japan Ófengin? Já, Ok, það var bara mjög gott að bræði ég skal bara spyrja það hvort það sé til Það kemur bara væntalegt Þá líka mætti ég auglýsa það Já. ef það verið ófengt Já, Þannig að, við bara býðum eftir þessu auglýsingafrelsi það kemur að því Takk fyrir Guðmundur Kristjánsson í Brim, takk fyrir komuna bara fyrir. frábært að fá þér þáttinn Þórður Gunnarsson, ég sé aftur gleðið sumar við ykkur báða Já, gleðilt sumar og takk fyrir mig og bara frábær þáttur og gaman að þessu Þið sem voru að hlusta og horfa, gleðið sumar og góða helgi